Já, við erum komin í Bomban podcast, Bomban geitin í leiknum. Við erum með hákall í kvöld. Við erum með hákall úr 111 og svo erum við með FMK-vélina sem er minn handbolta og fótbolta sérfræðingur og jafnvel körfubolta sérfræðingur. Því að við ætlum smá í körfubolta í kvöld út af því að maðurinn sem er hákall kvöldsins er mikið involvaður í Álftanes í körfuboltan. En sérstaklega gestur minn í kvöld er engin annar en Óskar Már Alfreðsson, betur þekktur sem El Normale. Og ég spurði Albert Ingarsson, AI, hver er El Normale? Og Albert sagði mér, Óskar Már Alfreðsson, betur þekktur sem El Normale, er íslenskur fasteignasali sem var landsþekktur fyrir persónulegan stíl, húmor og mikla velgengni í fasteignasölu. Hann starfaði lengi á Domus Nova og var tíma launahæsti fasteignasali landsins. Þekktur fyrir einstakan, afslappaðan og fyndinn framkomustíl. Sterka nærveru í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Einn tekjuhæsti fasteignasali landsins. Svo kemur persónuleiki og ímynd. Hefur sterka, skemmtilega og mannlega ímynd sem skara fram úr í bransanum. Er oft kallað fasteignasali fólksins og hefur komið fram í fjölmiðlum til dæmis í brennslunni þar sem hann fjallar fasteignamarkaðinn á léttunótunum. Viðurnefnið El Normale er hluti af hans brand. Hann leikur sér að því að vera bæði venjulegur og óvenjulegur á sama tíma. Ég vissi ekki að það þýddi það. Sæll Óskar, hvað segirðu gott? Ég er bara frábær, það var svo skemmtilega föstudagskvöldi. Þarna, hvernig var þessi kynning? Var þessi kynning rétt eða? Nei, þetta var bara allt á rétt, nema það vantaði kannski að kollegiðinn Hjörvar Hafliðason, hann bjóð þetta eiginlega til í kringum brennsluruglið á sínu tíma. en allt á rétt með tekjurnar og maður sé framalega í sinni stétt. Ert þú fasteignasali fólksins eða? Sko, þetta byrjaði með það að ég var fasteignasali venjulega fólksins. Það vilja allir vera venjulegir, Gunnar minn, og meiri sér ríka og fræða fólki eins og þú upp í Mosó. Þannig að svona er það bara. Það vilja allir vera venjulegir og ég vinn fyrir alla. Þú ert náttúrulega eigandi af príma fasteignasölu. Þú ákvaðast að segja skil við Domus Nova og bara byrja með nýja fasteignasölu. Hvernig gengur það? Það gengur frábærlega. Ég var með Domus Nova í 9 ár og kassaði vel út þar og var svo bara farin að starfa fyrir aðra að þangað til að félagarnir, bestu mennirnir á Domus Nova komu til mín og vældu sig inn í að stofna nýja fasteignasölu og ég á 25% með 3 öðrum snillingum. Já, þannig að þú ert náttúrulega fyrir leikmaður ÍR og Leiknis og eini leikmaður þessar tveggja liða sem hefur skorað 3 í mótsleik. Talaði aðeins það fyrir mig. Já, það var ég fór yfir ÍR þegar faðir minn var formaður Leiknis og sem gerði það að verkum að hann talaði ekki við mig einhverja mánuði. Ég gerði allt vitlaust upp í Efra-Breiðholti með að fara í ÍR, Stjáni Halldórs og Maggi Mark var aðstoðarþjálfari. Þeir fengum mig yfir á sínum tíma en þetta var svona í restin á ferlinum. Maður var búinn að eignast börn og maður þurfti að fara að vinna og maður hafði lítinn tíma en ég átti einhverja leiki með ÍR og setti 3 mér minnir að það verið bikarleikur eða eitthvað svoleiðis. Já, ég er að spila með þér í þessum leik. Já, ég kenndi þér að gefa fyrir. Ég er lagt upp eitthvað af þessum mörkum. Þarna, Leiknir, er það þinn klúbbur eða? Já, það er æsku klúbburinn og maður náttúrulega ólst þarna upp í Efra-Breiðholti, út á velli og út á skólavelli og skólalóð og í lönguvillisunni, þannig að þetta bara blasti við manni og svo var pabbi náttúrulega formaður, bróðir minn var að spila þarna líka, eldri bróðir og svo fór maður að þjálfa og þjálfaði mikið af legendum sem hafa síðan meikað það í fótboltanum. Hvað nöfn eru það? Já, Hannes Halldórsson. Já. Freyr Alexandersson.
Það voru Helgi Ólafs, Minn maður. hverju voru fleiri þarna, Gunnar Jarl náttúrulega og það voru alls konar. Ertu ekki að Magga Már eða? Jó, Max og Nine maður, ég gleymdi undrinu maður. Ég held að það var í fyrst í bara blað hjá þau. Já, hann átti að vera fyrstum. Ég held að þjálfaði alveg frá neðst og upp í annar flokki, sko. Og ég þurfti einu sinni að reka leikmann, það var í öðru því ég var að þjálfa þarna í öðru flokki og það var einn sívinsæli Þórður Einarsson. Nei. Þórður Einarsson sem er yfirþjálfari, ég veit ekki hvort yfirþjálfari Þróttar eða ekki. Já, hann er að gera allt vitlust í Laugardalnum og hann var að hraun yfir Breiðablik, hvað var illar ekki félag og annað, þannig þvælan er ennþá að halda áfram síðan að ég átti samskipti við Þór fyrir einhverjum 20 ára síðan, eða meira. Já, hann var að láta, hvað heitir hann, Flossi þessi formar hana. Já. Hann var að láta Flosa heyra með ársreikningin, hann ég las þetta á Twitter, þú veist, hann er náttúrulega on fire á Twitter, hann tekur þátt í pólitískri umræðu mikið. Já. Svo er hann líka í fótbolta, en hann skemmtulega Doddi. Já, við þurfum alltaf að hafa alls konar típur og Doddi er þekktur fyrir að segja sína skoðanir, það breytist ekki neitt, tekur ekki breið á stjórn Dodda. Nei, hann er alltaf haft sína skoðun og hvort hún sé rétt eða ekki, það er hann atriði. Ég er með fyrirliðin hérna, þú veist, þetta getur ekki verið rétt, 118 leikir, spilaði ekki meira en það? Jú, held að vanti nú eitthvað, ég var nú að spilaði fyrsta meistaraflokksleikin hérna fyrir Leikni þegar ég held ég að vera á yngra ári í þriðja eða eldri ári í þriðja, ég man það ekki, spilaði hérna í gömlu fjórðudeildinni eða eitthvað, það vantar alltaf inn í held ég. Já, þessi síða er bara komin í eitthvað rugl. Já, það hefur satt vantað þetta inn í, ég var eitthvað að fylgjast með þess að kíkta eitthvað einhvern tíðan á þetta á gömlu síðan, það vantar alveg hérna eitthvað inn í þetta held ég sko. Herðu, 118 leiki stendur allavega, 41 mark, helviti gott fyrir 118 leiki. 1 rautt. Já, 1 rautt, ég var ekki komin þangað, það var 27 gulspjöld í 118 leiki, með allt í lagi líka sko, það er 4. hver leikur og svona 50 hver leikur og 1 rauðspjald. Segðu mér hans frá þessu rauðaspjaldi. Já, ég leik með Haugum á móti, minnir að verið á móti, mér langar að segja Víðir, ég man þetta ekki alveg, mér langar að segja Víðir, þetta var á 90. mínútu, vorum að vinna á 3-0 og ég misti út mér við dómaran, ég spurði hann hvort hann var í skoffín og gaf mér beint rautt. Hvað er skoffín? Það er afkvæmi refa og katta, ég þurfti að googla það eftir leikin. Ég bara þetta kom út mér, ég var eitthvað að halda boltanum upp í hotfána 93. 4. mínútu eitthvað og voru búin að vinna leikin og hann eldur niður og hann dæmdi ekki neitt. Og það fauk eitthvað í mig hérna, þetta var eina rauða spjaldi í meistaraflokksferlinu sko. Já, herðu, þú átti nú bara flottan feril, þú varst náttúrulega, þegar ég spilaði með þér, þá varstu mjög klinikal, þú varst ekki mest athletic leikmaður í heimi, en þegar boltinn kom til þín, þá vissi maður að boltinn myndi fara í markið, þú varst frekar góður slúttari, ekki það satt hjá mér? Jú, þetta er bara skjóta innanfótast, þétt og fast. Bara í hornið? Já. Herðu, það stendur að heimasíðu Leiknis, við erum einstakur klúbbur, stolt Breiðholts. Er það rétt? Já, ég vil ekki að reyna að vera jákvæður, ég veit alveg hvert þú ert að fara með þessu, þú ert að tala þessar sameiningaviðræður sem er í gangi eða voru í gangi. Bíddu, ég er að spyrja að þessu, er þetta rétt eða rangt? Þetta er einstakt að félag upp í Efra Breiðholti sem er fjársvelta Reykjavíkurborg og rosalega fá fyrirtæki gera þarna upp frá skuli hafa náð í úrvalsdeild og framleitt þetta mikið að leikmönnum í gegnum tíðina. Sko, við erum að tala Rúnar Kristinsson, Pétur Arþórsson, Róbert Arþórsson, Gústi Gylfa, ég geti haldið áfram í allt kvöld að þylja upp með eitthvað nöfn hérna. Spilaði ekki meistaraflokki?
eða flestir af Nei, þessum leikmönnum. nei, en það vorum við náttúrulega bara úr sér að ég spila fyrsta leikin í 3. flokki og þá var þeir í 4. eða 5. deildinni, ég man ekki hvernig það var hann í gamla dag, þú veist, en það breytist rosa mikið með komu nokkura manna þarna sem tengjast þjálfuninni. Hver er það? Ég myndi segja þegar Pétur Arþórs Framari og Ingvar Jónsson taka við, Já, Maggi Páls F-fangur, já, þessi, ég myndi svona þakka allan fyrir mína parta og ástæði fyrir því að ég var þarna og hékk þarna upp frá það var náttúrulega út af þessum mönnum þó að maður hafi kannski ekki alveg hegðað sig eins og maður stundum en það komu þarna góðir þjálfarar. Óskar, aldamótin stóð félagið fram fyrir gjaldþroti og mikill þrýstingur frá borgaryfirvöldum að sameina Leikni og ÍR. Öflugt unglingaráð sem samanstóð af foreldrum iðkenda tók við stjórnartöfum félagsins og lyftu algjöru grettistaki þegar þau fetuðu stíginn upp úr skuldasúpunni og burtu frá sameiningu. Þetta var 2000, nú er 2026 og það er verið að ræða þessi sameiningu og við erum búin að eiga þetta samtal. Og áður en við förum í þetta samtal, Óskar, þá ætla ég að henda boltanum með Felix sem er óháður aðili, sem er hákáingur. Felix, finnst þér, bara fyrsta spurning Felix, hvort er stærra lið ÍR eða Leiknir? Ekki, ég vil bara heyra annarkvort orðið. Já, ég meina, ef þú tekur heildar samhengi þá ÍR stærra félag í dag. Takk fyrir, ok. Ja, takk fyrir. Þannig að áður en förum í þetta, þá sko, Óskar, erum við tilbúin í þessa sameiningu? Þú veist, það þýðir ekki að nokkri vinir úr Efra-Breiðholti og Neðra-Breiðholti komið saman og ákveði allt í einu að sameina liðið. Erum við tilbúin í þetta? Gunni, ég var hérna á móti þessu alveg fram eftir, ég veit ekki hvenær maður vitkaðist eða hvort maður eldist og maður fer að fara í eigin rekstur og maður þú veist, kemur eins og núna ég til dæmis í aðalstjórn hérna út á Álftanesi og að skipta mér hérna aðeins að körfuboltanum hérna og svona. Þetta drullu töff að halda úti íþróttastarfi og sérstaklega myndi ég halda að það væri það í Efra-Breiðholti, frekar en í Neðra-Breiðholti og að sjálfsögður í stærra félag. Þið eru með Arnar Þór Valsson, það segir sig sjálft, Geitin og Leiknir náttúrulega bara fótboltafélag. Það er málið. ÍR íþróttafélag. En það sem pælingin á bakvið þetta held ég hjá þessum mönnum, þessum vinum úr Neðra og Efra-Breiðholti, það að búa til eitt gott fótboltalið því að það styttra síðan að Leiknir var í úrvalsdeild heldur en ÍR. Það ekki? Jú. Já, einmitt. ÍR stærra félag í dag, svo. Fótboltalega séð. Miklu stærra. Þú ert með frjálsíþróttir, þú ert með glímu, þú ert með handbolta. Fótboltalega séð erum við stærra lið í dag. Senstu 2 ár, næstu búin komast upp í efstu deild. Já, en Leiknismennir eru harðari, þannig að það er fínt að blanda þessu saman. Það segi ég allavega, orðið 50 ára gamall pluss eitthvað skilur þú, mig langar bara Breiðholti verði með rock solid lið í úrvalsdeild. Það þú svona sem tilfinningi mín. En af hverju heldur að það komist í úrvalsdeild? Ég held bara þegar að menn eru að betla peninga af sömu fyrirtækjánum og í kross og ég held bara að iðkendurnir, þú ert með betri annaflokk, þú ættir að vera með betri aðstæðan upp í Efra-Breiðholti fín, aðstæðan í Neðra-Breiðholti frábær. Þú veist, ég held bara að það væri hægt að búa til eitthvað skemmtilegt úr þessu, það er svona mín pæling sko. Ég held að það væri hægt að búa til betra lengjudeildalið. Ég held þetta ekki komast upp deild. En þú byrjar þar. Já, þú veist. Ég skilði alveg, þú veist alveg að þetta byggja upp en til þess að þetta saminist þá þarf miklu meiri undirbúning og vinnu í þetta. Þetta er ekki að fara að gerast á næsta ári, sko.
Nei, ég held líka að menn eru ekkert kannski að flýta sér að koma sér í gegn. Menn eru bara hendur svo stað og auðvitað stoppar þetta á einhverju stöðum. Aðalstjórnirnar þurfa að samþykkja þetta og mér skilst nú að þetta sitji í kokinu á einhverjum hérna niður í Neðra Breiðholti og menn eru ekki alveg tilbúnir þar. Nei. Hver ástæðan er, veit ég ekki, skilurðu. Mig grunir þetta sé svona, menn hafa áhyggjur af hvað ef krakki minn er að æfa körfubolta, handbolta og fótbolta, er hann að fara að borga þá eitt æfingagjald þarna. Þetta eru svona einhverjir svona eitthvað sem er alveg hægt að föndra með og vinna með, held ég, sko, en þetta gerist, ég held að þetta raungerist innan 5 ára, það er svona mín tilfinning. Felix, hvaða skoðun hefur þú á þessu? Þetta hefði látið skoða mér í ljós hérna í fyrir þáttum, en mér finnst það spennandi að einhver leiti fyrir Breiðholti að geta tekið alltaf upp umræðina þetta, en ég er alltaf hrifinn af samt svona rík sem að er til staðar þegar eru 2 félög á einu svæði, svo við höfum tekið Akureyri sem dæmi eða Kópavogs sem er 2 félög og það svona myndar skemmtilega stemmingu, en hérna ef það er eins og Breiðholti til bóta að sameina eitt félag, þá held ég að sé eitthvað sem verður það að skoða og það verður alveg áhugavert að sé það að gerast í raun og veru. Já, einhver tíma lék ég mér að því að taka loftlínu frá Þróttaraheimilinu yfir í Víkina, ég held að þetta séu 3 kílómetrar. Ég tók Fjölni og Fylkir, þú veist, IR Leiknir, þú veist, þetta er allt lið sem er í einhverju meðalmennsku í dag, sko, þú veist, það er verið að veðja á einhverja ríka einstaklinga til þess að koma þessu áfram, skilur í, þú veist, ég held að Þróttar þetta sé ekkert með einhvern súper annarflokk, IR og Leiknir ekkert með einhvern súper annarflokk, ég held að Leiknismenn séu samt alveg ágætir þarna, sko. Allavega í fyrra minni mig, að þeir hafi verið með góðan annarflokk. Já. Fjölnir, þú veist, þeir virðast framleiða endalaust af leikmönnum í öllum íþróttagreinum sem spila fyrir allt önnur lið heldur en Fjölni í meistaraflokki. Sjáðu bara körfuboltann, þú veist, ég meina Ægir Þór Steinarsson, Haukur Helgi Brím, Hörður Axel, þú veist, akkur er ekki eitt gott lið, þú veist, við erum á Íslandi, þú veist, þetta er bara 400 manna eyja og við erum með 2-3 kílómetra á milli liða, þetta er galið. Já, ef við saman öll lið, þá verður bara það var ekki tætt að vera með deildleikur og svo fá lið. Nei, þú veist, þetta er bara hugmynd, þú veist, Já. En ég elskaði að mæta IR því ég var í Leikni, að mæta Kjarra, Adda og Gauja og öllum þessu gæjum, topp menn, skilur, þetta voru slagsmál, svo voru menn bara vinir eftir leik, skilur. Gauji var ekki íringur. Gauji Bakarssonur. Guðjón Þorvara? Nei, Gauji Þorvara. Selfyssingur? Já, hann er komið úr Selfoss, það var upp í meistaralokki, en Gauji, það var Guðjón hérna sem var 74. Já, það er Guðjón. Já. Ok. Hann og Gunni hérna, Hafsend, Geðveikur, það voru endalaust að góða leikmönnum hérna, og hvað heit hérna sendirinn Síkó? Nei, hvað heit hann litli? Óli Síkó. Já, Óli. Það var eitt Jói, maður eftir honum, helviti góður. Já. En þetta voru íringar og við tókum að þeim. Já. Það er nóg þetta, þú veist, IR Leiknir, þetta kemur bara í ljós, sjáum hvernig þeim gengur í sumar. Best að vita, við höfum ekkert með þetta að gera. Þú ert upp í Mosó, ég er á Álftanesi, Felix, ég veit ekki hvort að hann sé í Vesturbænum hjá Felix Bergsinni eða hvar í andskotanum hann er, en við höfum ekkert með þetta að gera. Svo mikið víst. Hvað ertu fyrir? Ég er hérna bara fjalli í Kópavoginum, ég er fjarri Vesturbænum sem betur fer. Ertu í Kórakörunni eða? Já, það er best skemmtilega. Er búið að hleypa umferð á eftir Laufey? Nei, raunin ekki. Þeir stoppuðu bara götuna mína. Það er alltaf loka bara, segum við það. Veitu hvað gatan lokuð það? Nei, ég þurfti að fara einhverja hjáleið hérna til þess að komast heim. Það var náttúrulega þannig, en gaman að þetta fór svona óbúslega vel fram og fólk að nota þess að hlusta á þetta. Þetta er ekki fyrir mig. Anna, Óskar, ertu að ég kalla El Normal eða Óskar? Óskar auðveldara. Ég er orðið 50, sko, við skulum alveg bara, það er ástæða fyrir því að ég er búin að neita þessum podcast, ég nenni ekki svo El Normal. Þú elskar að kalla El Normal, ég veit það. Hanna, veistu eitthvað handbolta það? Já, ég er handbolta. Við tölum eftir það. Já, við tölum eftir. Hanna, ég ætla að spyrja þig, hérna, er eitthvað að frétta Leikni núna, þú veist, ertu eitthvað að fylgjast með þessu eða?
Já, ég náttúrulega deili skrifstofu með formanni knattspyrnudeildar. Hann á 25% í fasteignasölunni með mér, þannig að ég hlusta á tuðið alla daga. Og hver er stefnan hjá Leikni? Veistu það? Þeir eru búin að vera að gera fína hluti sko í þessum leikjum sko og töpuðu fyrir Völsunum 1-0, ósanngjarnt í síðasta leik. Mér skilst að það séu núna í æfingaferð úti og ég meina Brynjar, ég held að menn séu dálítið, þeir gæti alveg orðið svona dark horse í þessari deild, en svo gæti þetta líka bara dottið í algjöra þvælu og bull sko og þeir sogast niður sko. Þetta er hrikalega erfið deild í ár, þetta er alveg, þetta er besta lengjudeild senstu 20 ára, það er bara svoleiðis. Ég var að tælja þetta upp daginn, það er svona 8 eða 9 lið sem stefnaði að fara upp. Já, það er svoleiðis. Já. Það er liðin sem ekki að stefna upp Ægir, Leiknir, hverju fóru upp með Ægi? Grótta kannski ekkert held ég að sé. Já, Fjölnismennir. Er ekki að fara að stefna upp, sko. Nei. En þú veist, Fylkir, Þróttur, Njarðvík, Grindavík. Já, ég meina, formaðurinn í Njarðvík, hann hengi sig þegar það fari ekki upp, sko. Hann er búin að henda mikið peningum út. Gaurið sem voru að fara í PSV og Juventus. Þú veist, hver er þessi formar hann í Njarðvík? Hvaðan kom þessi peningar? Ég býð bara eftir að Davíð Smári hendir á Facebook að hann sem kom með Solskjær sem aðstoðarþjálfara, sko. Þú veist, þetta er bara Óli Gunnar tekið við sem aðstoðarþjálfari Davíð Smára. Það kemur mér ekkert óvart. Eiður Aron er alltaf einu mættur í hafsendana. Þú veist, þetta er bara eitthvað rugg. Eiður Aron. Damir í Grindavík. Já, Eiður Aron og Damir eru topp 10 hafsendar á Íslandi. Það er bara þannig. Ég meina, þú sér að Damir er valinn hérna í hópinn hérna hjá Arnari Gunnlaugs daginn. Ég meina, hann er bóttið verið með Eið á lista líka, sko. 100%. Ótrúlega. Damir er minn maður, tapaði fyrir honum í einhverjum helst þætti hann daginn. Hann hvað er næst hérna? Já, spurning dagsins, leiknisspurning. Hann Óskar, hver er leikjæsti leikmaður í sögu Leiknis? Þetta átt þú að vita. Ekki fara að googla eitthvað núna, sko. Nei, hendurnar eru hérna, ég er ekki að googla neitt, ég er með því í símanum. Ég sé með það. Er það? Já. Ok. Er það Halldór eða? Nei, Helix. Er það ekki sá síkatti í Færeyjum, Binni Hlöð? Jú, það er alveg hárrétt hjá þér. Já, það veit ég. Er langleikjæstu með 252 leiki. Já, gæinn er náttúrulega ennþá, hann var að æfa með mér fyrra á annarri löppinni, sko, bara til að fá leikinn að skráða, sko. Hæru, hann hélt þeim uppi. Hann kom þarna og hann hélt þeim uppi. Það er bara þannig. Hann kom og reif bekkin í gang með Gústa Kilva. Ég var rosalega ánægður með það, sko. Ég vildi fá allan að bekk burt sem var fyrir og fá bara fest. Við vorum hann að nokkri meira sem sendum á Gústa. Herði, ef þú vilt fá einhverja geðvik inn í þetta, þá þurfum við að gera eitthvað, sko. Já, einmitt. Þetta leit ekki vel út á tímabili. Já. Hvað segirðu Felix? Er hann kóngurinn? Já, hann bæði kóngurinn í Leikni og hann náttúrulega var kóngurinn í Færeyjum. Fólk dýrkar hann ennþá þar, þannig að þetta er maður sem hefur gert eitthvað rétt. Býtu, var hann á sama stað og þú hann í Færeyjum? Já, ég meina, ég hitti oft konur á götum Færeyja þar sem voru bara að bera treyju hans ennþá og hann var löngu farin frá Færeyjum, þannig að Nei. Ég get sagt eitthvað það. Hvernig? Öðversson. Já. Hann er vel liðinn allstaðar. Hvernig gaur er þetta, Óskar? Þetta er bara félagsmaður, toppmaður, deyja fyrir klúbbinn maður. Þetta er svona gæði sem þú vilja nummer 1 í hópinn og ferði í stríð, sko. Felix, þekkir þú hann eitthvað? Ekki persónulega, bara það sem eru heyrt af hann. Þetta er bara algjör eðalgauð, sko. Þannig að það kemur greinilega vel fyrir það sem hann... Er hann legendan í götu í Færeyjum eða? Nei, hann var ekki þar. Hann var í Þórshöfn. Hann var í Þórshöfn? Ég hef nú farið þangað. Var hann ekki á heimi í HB? Jú, var ekki, jú. Er HB í Þórshöfn eða? Þetta er svona. Það er svona reisinu. Hörðu,
Óskar, seinasta leiknisdæmi sem ég ætla að koma þér í gegnum hérna annars verður þessi þáttur 7 klukkutímar. Rankaðu í fljótu bragði 5 bestu leikmenn í sögu leiknis. Ég set sjálfa mig í fyrsta sæti. Hannes Halldórsson í annað sæti. Já, Jósef Kim Hreinsson í þriðja sæti. Það var legend í gamla daga. Hafsend Ok. sem hefði átt að fara í atvinnumennsku en fór of oft upp í krón og hellti land í sig. Þannig að það varð ekkert úr ferlinum. já. Svo ég með Já, ég náttúrulega rosalega litaður af þessum öðrum flokki sem ég var með þarna. Ég var með Gunnar Jarl í hafsendunum. Já. Hann hætti alltaf snemmi í fótbolta. Er hann í 4. sæti? Nei, bara svona uppáhalds, þú veist, bara svona... Komdu með það? Er það hann í 4. sæti? Nei. Ég með, þú ert með Pétur Arþórsson Já. og Róbert Arþórsson, bróður hans. Ég man bara eftir öðruð meira. Já, og svo... Nei, ég hendi sjálfur mér á fyrsta sæti og ég myndi setja Pétur Arþórs í fyrsta. Já. Hannes í annað, Róbert Arþórs, bróður hans í þriðja. Fjórða sæti myndi ég henda á Minna Hlöða. Já. 5. Fimmta, það ég myndi henda Hauki Gunnars. Haukur Gunnarsson, bróður hans Vals, eða Snorri Magnússon, gamli fyrirliðinn þegar ég var þarna. Já, ég man eftir þeim. Ég man eftir þeim. Þeir spiluðu saman þarna á svona í kringum 2004, 2002, 2004, 2005, 2006. Man eftir þeim. Þetta er góðu listi, já. Ég var alltaf að hugsa hvernig Haukur Gunn myndi koma hana, legendið. Já, Haukur hann aðeins yngri ég og var byrjaður að spila með manni. Ég náði kannski ekki alveg í restin á hans ferli, þá var ég náttúrulega farin á okkar flakk og eitthvað, en ég náttúrulega flytt ungur úr Breiðholtinu, þannig að ég man ekki hvað ég var gamall, einhvers staðar rétt 20 eða eitthvað því ég flytt úr Breiðholtinu og kom aldrei tilbaka, sko, nema bara að styrkja félagi þarna með Dómus Nóa nafnið og peninga þar, sko. Já, þú átti nú mikið þátt í að Leiknir fór hann í efstu deild og var þar einhver tíma þannig með Sigga Höskulds og Freyri og öllum sem görum. Já. Átti stóran partí og peningatala í fótbolta, það er bara svoleiðis, það er ekki alltaf uppaldnir eða þjálfarar eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er bara svo margir sem fyrirtæki eigendur þarna úti, þú veist, að gefa tilbaka í liði sem, þú veist, í rauninni bara, hvað maður að segja, þetta bjargaði svona hálfpartinn lífi mann, sko, að annarkvort fórst í rugli eða varst í íþróttum, sko. Veist, og þannig horfði ég alltaf á þetta og að horfa á þetta og að gera sama út á Álftanesi. Maður bara að láta gott að sér leiða til þess að þessi krakkar hafi fyrirmyndir og hafi liði í efstu deild eða topp deildum til þess að stefna á eitthvað. Já, vel gert. Hörðu, takk fyrir þetta, Óskar. Felix, þú setti saman lista hérna hvað gerist í samfélaginu og sendir á mig. Búið að hækka stýrisvexti, samt hækka Valkyrjustjórnin öll gjöld og skatta, á að fara að rukka mann fyrir að keyra úr Mosó yfir í Reykjavík. Þú veist, hvað er í gangi, Felix? Já, ég meina, er það ekki bara sem viljum? Þetta er samfélag sem við erum að byggja upp hérna. Óskar, hvað? Ég ætla ekki að fara í pólitíka eitthvað endilega, en hvað hefur þú að segja um það? Þetta náttúrulega bara ég náttúrulega fasteignasali og þetta býtur á lán hjá fólki og greiðslumöt og ég meina hagkerfið er bara stopp á Íslandi og matakarvan er að hækka, við finnum öll fyrir því, skilurðu, og lánin okkar. Og eina sem þessari ríkisstjórn dettur í hug, það er að hækka laun hjá opinberum starfsmönnum og hækka skatta og gjaldtökur á öllum vegum. Það er að nýjasta, eins og Felix var búinn að draga saman. Reykjanesbrautin, þú ert að fara væntanlega að borga 400 kall til að fara á leik eða fara á flugvöll úti, en ég meina ég veit það ekki, ég held að við ættum að skera meira niður í opinbera geiranum, að því að við erum með alls konar þvælu í gangi þar.
ég er nú alveg sammálaður því ég er ekki með á hreinu hvað margir starfsmenn eru þannig hjá því opinbera og hvað er að gera, en mér er sagt að það sé ansi mörg störf þarna sem mætti leggja niður. Felix, þú sem komst með þessa punkta til mín, hefur eitthvað við að bæta? Er eitthvað annað í þjóðfélaginu sem þú vildir skoða? Já, ég held að það sé nú lótt að segja það. Maður er óbúslega glaður að sjá svo þróun, hvað margir geta bara farið að segja starfi sínu lausu og farið að heimta bætur bara á ríkinu. Það er svona gaman að sjá hvað þetta er atvinnuhvetjandi fyrir okkur Íslendinga. Og það er vonandi bara að þetta haldi áfram, þannig að við bara leggjumst út af flöt öll sem ein á endanum og já, þá getum við fyrst fara að spyrja okkur hvað í ósköpunum við erum búin að vera að gera. Nei, ég segi svona, þetta er náttúrulega bara þvæla, skilurðu, ég meina, hvert ætlum við að fara með þetta í alvöru tala, þú veist, ætlum við að reyna á okkur til þess að blása fyrir seglin, eða ætlum við bara að sitja á raskatinu og þú veist, þykja einhverja bætur sem eru bara að pari við ykkur laun hjá starfsmanni sem búin að fara að mennta við einhver leiti, sko, skilurðu. Nákvæmlega. Ég veit ekki hvað fjallum, sko. Málið er, sko, við erum með fjármálaráðherra. Hann virðist aldrei vita hvort það sé að komi að fara gæinn þegar að Seðlabankinn er að hækka vexti eða er að koma tilkynningar. Og maður bara spyr sig, sko, hvernig andskotanum kemst fólki í þessar æðstu stöður og virðist svo ekkert vita hvað máli snýst, sko. Ég hef nú ekki mikið álit á þessu fjármálaráðherra, hann segir eitt og gerir annað og segir, hann er mikill í þversögn við sjálfa sig og hvað er sleggjan sem Kristrún vinkonan ætlaði að nota, Óskar? Þú veist, hún er týnd. Já, hún er úr einhverju gúmmi, sko, ég veit það ekki en ég ætla að hefði verið betra ef Kristrún hefði verið verkfræðingur í stæði fyrir hagfræðingur, ég veit það ekki, mér finnst þetta er allt hálf súrt, maður er 50 og maður er byrjað að hugsa, á maður ekki bara að flytja eitthvað erlendis, á maður að vera standi sko. Nákvæmlega. Að vera þú ert bara þræll í eigin landi á einhverju svona hlaupadæmi sem bara fer hraðar og lániðið hækkar og endan er bara springur þetta í tætlur, sko. Já. Og við förum allir í kulnun og verðum með einhvern 600 skall á mánuði sem einhverjir öryrkjar eða hvað þetta heitir, maður og það þetta er bara þvæla, það er bara að vera auðmikið af það samfélagi frá að til lög. Felix tekur undir þetta? Já, þetta er bara nákvæmlega sem ég var að segja. Þetta er bara, þú veist, ef við förum ekki aðeins að opna augun og reyna að finna þessi sleggju sem að virðist bara að vera týnd og tröllum gefin, að þá erum við bara í vandastödd. Það er bara ekki staða sem við viljum horfa upp á. Nei, nákvæmlega. En svo virðist vera eina lausnin þá að henda okkur í Evrópu, sko. Nei, ég veistu hvað, ég ætla ekki svo að fara þanga. Þú veist, þetta er svo heimsk umræða. Veistu hvað, ég ætla að reyna, þú veist, förum ekki í þetta ESB-dæmi fyrir að þessi kosning er búin. Þú veist, ég nenni ekki, þú veist, fólk ekki opna á þetta, við getum það ekki. Nei, fólk sem er að tjá sig þetta veit ekki neitt hvað er að tala um. Við erum ekki að fara að semja neitt við fólkin ESB. Við erum Ísland, einhver eigi út í raskati. Og Kristrún ætlar að fara að semja kvóta. Nei, sko. Come on. Það sem við Íslendingar eiga náttúrulega bara að vera fókusur á að halda Bandaríkjum góðum, af því við erum í rauninni bara bensinstöð fyrir Bandaríki, sko. Nákvæmlega. En þú veist, maður má ekki tjá sig það eins og allt annað. Nei, þú veist, í viðkvæmum stöðu í Borgartúrinu. Hvað sagðirðu? Þú veist, í viðkvæmum stöðu í Borgartúrinu. Felix, hvað, er þetta ekki góður eða? Þannig að Jó, ég bara stoppa þessu. Nóum þess að helvits pólitík, Óskar, þú ert alveg að fara á kostum hérna. Enda ertu normale. Þýtti eftir hvað var eftir? Bæði venjulegur og óvenjulegur á sama tíma. Þú ekki að gleymt Max á 9 þarna. Komst hann ekkert á topp 5 lista þarna? Nei, vesalingur sem meiddist þarna út í Noregi og pappi þurfti að lána hana fyrir flugfargjaldinu heim. Með allt niður þessi greið. Hann reif sig í gang og reitt besti arkitekt landsins, það má eiga það. Hann má eiga það. Hann förum í meistaradeildina, nógum þetta. Sporting Lissabon 5, Bodo Glimt 0, Felix.
segðu mér aðeins frá þessum leik. Þetta var svakalegt. Sá hann að leika það? Já, Ég upplifði pínu déjà vu frá því þegar Víkingarnir fóru út til Danmerkur hérna í sumar með svakalegt forskot á móti Brøndby og svo mættu þeir einhverju allt öðru. góður punktur maður, ég var búin að gleyma því helvítis katastrófu. Nei, Gleymt Víkingarnir því, voru með þú þessi veist, einu þá- ferði eftir 20 mínútur. Ég veit það, Já, það er, já, og það er það eitt- má ekki gleymast. það er eitt galnasta Þú sem hefur gleymst gerst. því, Bombi, þú varst búin að fá hérna halva köpun á bakjaður með því að vera búin að kommenta á þetta fansínu Brøndby, þetta var bara ævintýra fyrir Ég var eitthvað æs í Brøndby hana stuðningsmönnum Já. og hérna, En hérna, já. þeir eru að byrja að hóta mér og eitthvað. Hérna, ég hló bara að því. Hérna, Sporting 5, ég spáði þessu. Þú veist, 3-0 á gerfgræsinu, svo fara hana yfir í Lissabon með þessa brólu áhörundur. Þú veist, Þetta er ótrúlega, þeir eru átt að vinna leikin í Noregi svona 5-6-0 sko með Já. færi sem þeir fengu sko. já. Þetta er alltaf sama sagan, þetta er alveg svo, var ekki Barcelona Liverpool dæmi hérna árið. Barcelona geta, ég veit ekki sett hvað mörg í fyrirleiknum, svo fara þær á Anfield og tapa sko. 4-0. Þetta er bara töfratnir í meistaradildinni, þessi heimavellir eru ótrúlegir eins og hann í Portugal, eins og við sáum, þetta var alveg Já. magnað að fylgjast með þessu. Þetta er lífið. Ég hef enga trú á þessu. Þú veist, af öllu liðum sem að búðu gætt mætt, að Sporting Lissabon sé liðið sem að raun og klárar þetta ævintýri. Það finnst mér svona pínu súrt upp á að vera aðdáandi ævintýrisins. En maður sá bara til 70-80 mínútur. Þeir voru gjörsamlega sprungnir. Þeir voru ekki búin að fá 3 marki á sig. Þeir voru bara að bíða eftir að þessi leikur eru flautaðar af og þeir gátu ekki varist fyrir sitt litla líf því miður. Þeir eru bara ekki með nógu breiðan hóp heldur, bót og glimt sko. Þannig að þetta var svolítið lost case hann í lokin. Arsenal 2, Leverkusen 0, hræðilegu leikur að horfa á. Arsenal frekar leiðilegt lið, Óskar. Ég get ekki hort á Arsenal, þetta er bara alveg skelfilegt að horfa á þetta. Þetta var hryllilegt. Felix sagði mér eitthvað þetta maður. Já, ég hef nú ekki mikið náttúrulega að tala eitthvað margt í tengstu þennan leik. Ég ætla að hrósa þetta Ese fyrir mark sitt. Þetta var fínasta mark hjá honum. En að öðru leyti, þú veist, fannst mér þetta bara vera einhvern veginn svona, þetta innvíð var alltaf að fara að vera bara cruise control fyrir Arsenal. Þú veist, leikur sem eru náttúrulega ekki í sama liði þau voru hérna fyrir einhverjum árum síðan og það var ekki að fara að vera steinn í götu Arsenal. Þannig að þetta var bara nákvæmlega sem maður bjóst þetta myndi fara. Ese sturlamark, hárrétt hjá þér. Chelsea 0, PSG 3, þetta var bara innvíð að búið. Þessi Liam Rosen er alltaf með stílabókina hann á hliðalínunni, Óskar. Hvílíki kóngurinn sem það er. Maður fór vokkinn og honum eitthvað hann eins og hann hafi bara verið hengt þarna út í djúpulaugina sko, hann viti ekkert hvað hann er að gera, punktandi niður eitthvað, 3 mínútur eftir eitthvað Hann er punktað niður, það er 3-0. Er ekki Luis Enrique með PSG eða? Jú. Já, ég reyði bara saman þess að gæja sko. Þetta var geggja að fyndið sko. Hann er með stílabókinu og hóttur staðan sér 10-0 eða 0-0 eða 2 mínútur eftir. Þetta er bara einhver ákvörðin á tekin og fyllir í að láta þennan gæja í þetta jobb sko. Það eru eigundunni sem tóku það. Þetta er svona þess að einhver Júfa, þú veist, youth coach stæmi sko, að fá hann í eitthvað gig hérna, þetta er bara ótrúlegt hvernig hann getur verið settir í þessu stöðu. Já, náttúrulega ekki langt síðan hann var með Hull, minni mig, Hull í Championship og fór hann í Strasbourg. Þetta er skrítið. Já, þannig að Manchester City 1, Real Madrid 2, þetta innvíðan bara búið það ekki? Jú, en það er bara útrúlegt að sjá þetta Realið í Champions League sko, það er einhverjir töfrar sem fara í gangarna sko, ég er mikill Barcelona maður sko, get ekki þetta Realið sko, en maður verður bara að taka hatsinn ofan fyrir þeim sko. Já, þetta var helviti. Sérstaklega fyrirleikurinn var stórkostlegur. Já, Man City mætti ekki til leiks í þeim leik, því miður. Og þetta rauðaspjald á Bernardo Silva var bara rautt spjald sko. Já, ég meina þetta er bara svona hlutur sem gerist, ósjálfur átt, hann tegir úr hendinni, þetta stendur á línunni, það er ekkert annað hægt að gera en að hendunum út af. Hörðu, Barcelona 7, Newcastle 2 í hálfleik, þetta var frábær fyrirhálfleikur. Þetta er bara
munurinn á stórliði og á svona miðlungs til ekki miðlungs úrvalsdeildarlið heldur svona 5., 7., 7. lið í úrvalsdeildinni. Þetta bara munurinn, þú veist. Þeir leika sér hann í seinni hálfleik. Já, það er bara eins og Newcastle bara hefði ekki úttalt í þetta, sko. En það er náttúrulega að spila á móti þessari miðju eins og Barcelona var að spila þarna. Ég meina, þetta er ótrúlegt, sko, að fylgjast bara með gæðunum í þessu liði, sko. Ég held að ef við tökum Lewandowski út, þá held ég að meðalaldurinn þessi 22-23 ára. Já. Þetta var líka bara mörki sem fengi á sig, þannig að í seinni hálfleik voru bara, það var bara eins og í 5. flokk, Felix. Já, þetta var bara sennilega eitt mestu veisluleikur sem maður er séð í langan tíma. Maður var að horfa á þetta, maður trúði að það geti komið svo mark í hver einstu sókn, sko. Ég veit það. Þetta var algjör snilld að fylgjast með þessu. Þetta er samt að skemmtilegast að meistaradeildina, það er svona leiki, sko. Já, algjörlega. Það getur nú verið misskemmtilegt að horfa á fótbolta í dag, að vera að segja alveg eins og er. En þessi leikur, hann aldeilis myndi mann á hvað er mikið beauty að sjá svona leiki og ég bara gæti ekki slitið mig frá þessu. Þetta var algjör hátíð. Bayern München 4, Atalanta 1, það er ekkert meir þetta að segja, bara Atalanta og bara geta verið í meistaradeildinni. Liverpool, hvað segirðu? Mér finnst bara orðið svo rosalega mikill munur á milli landa í getu liðan, sko. Ég kollegin Hjörvar, svo ég vitna aftur í hann, alltaf talandi að ensku liðin séu best, að enska deildin sé fremst. Ég held að sé bara algjör hestaskítur, sko. Ég held að spænska deildin sé komið langt á undan ensku deildinni, sko. Já. Og ítalska versus þýska, sjáuðu munin á liðunum. Ég meina, þetta er út fyrir Bóto og Atalanta skýtur upp á bak, þetta er með ólíkindum, sko. En heldur Óskar, haldið þið virkilega að í gamla fyrirkomulaginu þá myndi Bóto Glimt og Atalanta vera í 16. úrslitum? Nei. Ekki. Ég vil fá bara gamla fyrirkomulag aftur. Já, þá ertu líka búin að útiloka það að eitthvað íslenskt lið í nokkuð tíma möguleika að komast eins og við erum búin að koma áfram og þetta er gaman að fá þessi lið, gaman að fá þessa leiki og peningar inn í íslenskt hagkerfi, í fótbolta hagkerfi. Þú veist, ég veit ekki hvort ég verði til í að snúa aftur en auðvitað fáum við verri lið upp, það gefur eiga leið. Já, Liverpool 4, Galatasaray 0, þetta var vitamál að Galatasaray eru ömulegir á útivelli og það var eins og þeir nefndi ekki að spila hana leik, horfðuð á hana leik eða? Já, rólegar, eins og nefndi ekki að spila leik, það var bara yfir spila, það tölum bara hrein íslensku hérna. Nei, þeir voru hræðilegir. Já, sko, þú bara leiðir anstæðingnum að spila upp að því marki sem að hann getur og hann gati ekki spila upp að neinu marki í þessu leik, það er Liverpool. Þeir, að mínum mati, voru að spila eitthvað kraftmesta og gæðmesta leik sinn sem að ég hef séð frá mér lengri tíma. Felix. Sem Liverpool-maður, þetta kveikt ákveðna von, ég er að segja þessu verð. Já, ég er sammálaði, sem Liverpool-maður líka, Gunni, þú átt ekki breyk þarna, en það er bara svo margir leikmenn í þessu Liverpool-liði sem eiga bara að fara eitthvað annað. Konati, hann hefur ekkert getað, McAllister, hann var ágætur í þessu leik, hann var ömurlegur í fyrirleiknum. Kerkes, hann má fara að finna sér eitthvað annað að gera. Fyrir löngu síðan. Liverpool er bara með, þið eru ekki með nógu gott lið með liðið sem við vorum með þegar við erum meistarar. Það er bara því miður. Já, þú veist, þetta var besta lið sem gátu mætt í 16. úrslitum. Það er alveg hreinu, Liverpool. Ég held að Liverpool er ekki séns í PSG. Förum við það eftir smá, vinur minn. Tottenham 3, Atletico Madrid 2, góðu sigur hjá Tottenham og Tudor, Leon vinuðinn, Óskar, sagði að það hefði rétt hjá honum að taka hann Kinski út af á móti Atletico í fyrirleiknum. Hver er þín skoðun á því? Nei, það er aldrei að taka hann út. Ok. Af hverju ekki? Nei, ég meina, hann rennur þarna í grasinu, það er ekkert sem hann gæti gert. Hann átti 1 mark 100%, hitt er náttúrulega bara algjört accident. Það er bara, þetta var ekkert markmaðurinn að kenna þeir töpuðu þessu leika eftir 20 þarna út. Í fyrsta lagi er þessi Igor Tudor, ég veit ekki með hann, þetta var náttúrulega geggjaður leikmaður og góður varnarmaður á sínum tíma skilið, en
Ég við ekki það, ég ekki búinn að googla nóg og fylgjast með Igor Tudor og hans ferli sem þjálfara, sko, en þetta Tottenham lið alveg stór undarlegt lið, sko. Það bara annarkvort geta þær ekkert eða eru bara fínir eins og á móti Liverpool í jafnteflisleiknum. Fannst þér fínir á móti Liverpool? Ég víst að Liverpool skora ekki eftir fyrri áleikin, sko, annað mark, þá vissi ég að þetta myndi fara í jafntefli, sko. Vissi ég. Já, þetta var líka ömurlegt í öfnunarmarkjaðum, þetta er þessi vörnstundum, það er eins og þau tala ekki saman hann aftast, ég bara skilði það ekki, sko. Það er bara Konate, bara eins og trúður. Konate held ég sé naut heimskur. Felix, þú varst eitthvað æsað yfir þessum leik? Nei, hvað yfir allíkuleiknum? Nei, jafntöflinu á móti Tottenham. Já, ég meina eðlilegt ekki sáttur og gerði jafntefli móti kaldasta liði deildarinnar, það er bara að gefa auðvitað leið, en það er einmitt, þú veist, bara að horfa upp á hvernig Liverpool er að lekast mörkum á svona loka köflu leiksins, það er vont að horfa upp á og oftar en ekki er hann Konate frænd okkar í aðhlutverki þar og það var svolítið raunin í þessu Tottenham-marki, en gott svar hjá Liverpool aftur á móti í galaleiknum að svona þurrku fyrir það. Ja, þetta er besti leikur sem ég sé það, það er svona mest ákveðin og hápressan en ég meina ef þeir vinni ekki Champions League og þá láta þeir slott fara, held ég, sko, eina vonin að hann taki Champions League, það er ekki á hann séns í enska, sko. Heldur að Liverpool náði meistaradeildarsæti? Já, ég held það. Ok. Ég er alltaf að bíða eftir koksinu hjá þínu liði United, það hlýtur að fara að byrja hver hrun þar. Hvað er það í leiknum? Þetta nú við tekum á þessu. Við erum að taka upp þegar leikur Bournemouth, það er 0-0 í hálfleik. Jesus Christ. Já, greinilega. Herru, 8 úrslitin, PSG Liverpool, komið með bara, við erum ekki að fara nánur út í leiki, komið bara með eitthvað spá, bara svona eins og við erum að spá í deildir 4 mánuði fram í tíman, spáið svona fram í tíman núna. Óskar, kottu með þitt og Felix, kottu svo eftir honum, PSG Liverpool? Þetta viðbjóðslega hrættu við þetta PSG lið, en ég að sjálfsögðu spá mínu lið áfram, Liverpool. Felix? Já, það verður að henda dagur Anfield, Liverpool klárar þetta. PSG er að fara myrða Liverpool. Real Madrid, Bayern München. Óskar? Bayern. Felix? Já, ég verður að segja Bayern líka. Ég segi Real Madrid. Barcelona, Atletico Madrid, Óskar? Já, ég held að Barcelona hefni fyrir bikarúrslitin, þannig að Barcelona fyrir áfram. Felix? Já, bara sópar þessu. Ég segi Atletico Madrid, takkið þetta. Sporting Lisbon, Arsenal. Óskar? Herðu, ég ætla að setja á Sporting bara til þess að æsa Arsenal klanið upp sem í kringum hann. Þeir eru kolvitlis þessar dagana, maður fær engan frið. Þannig að ég segi Sporting. Felix? Já, ég ekki að segja þetta til þess að æsa innum, ég að segja þetta að ég held í raunverulega að Sporting vinni þetta og Arsenal þeir eru að brotna og þeir verða brotnaðir þarna þegar þessu einvíu hefur komið, þannig að þeir verða þeim var hentuleik. Ég segi Arsenal vinni þetta einvíu. Herru, förum aðeins í Ísland, það er ég veit ekkert, Óskar, hvernig hvort þú ert að fylgjast eitthvað með íslenska boltanum, fylgjast eitthvað með honum eða? Já, ég náttúrulega alinn upp af káringum, foreldrar mínir bjuggu í Vesturbænum og maður tekinn á káarvöllin frá að maður var lítill og það tekur ekkert káaringin úr mér þó ég hef verið í Breiðholtinu, en jú, ég fylgist með og alltaf gaman að fylgjast með þegar það er katastrófa á Hlíðarenda og fleira, en ég elska þetta sem er í gangi í sömu liðum. Jú, ég fylgist við með. Förum í bara fréttir vikunar eða eitthvað. Veistu hver Gabriel Aron er, Óskar Alfreðsson? Afturölding? Nei. Hann er sonur Sævars í körfuboltakvöldi. Já, Sævarsson, já, þetta sem var lánaður frá Breiðablik yfir í Keflavík. Nei, hvað var, þeir voru lánaðan eitthvað? Hlustaðu nú. Breiðablik kaupir Gabriel Aron. Breiðablik kaupir Gabriel Aron frá Keflavík. Lánar hann svo í ÍR. Hjá ÍR fær hann varla að spila. Hann er sendur aftur í Breiðablik eftir tímabilið.
Núna er hann komin á lán til Hauka í aðra deild. Frekar að geta spilað með Keflavík eða Breiðablik í úrvalsdeild. Hvað finnst þér þetta? Hefur hann eitthvað að segja með þetta? Þetta er ungur strákur, ég meina það er bara greinilega þjálfararnir eru ekki tilbúinir að taka hann inn hjá Breiðablik. Óli er ekki tilbúin að taka hann inn. Gaui Lýðs er að kúka eitthvað hjá mínu gamla liði Haukum. Þeir hafa ekkert getað síðan ég og Ómar Bensin skelltum hurðum þarna og löpuðum út. Og Binni Gerst, félagi minn. Binni Gerst. Þeir hafa ekkert getað þegar við vorum þarna, þegar Vilnum var að þjálfa okkur og við tókum 2 deildir á 2 árum. Þannig að eftir það er þetta búið að vera hörmung sem byrjaði náttúrulega með Steinar Halldórs, hann tók við að Vilum. Já, ok. Okay. Steini Halldórs var með mig, ég var nokkra mánuði á Steinar Halldórs, fít katt sko en... Ekki góð þjálfari? Ekki vera hræddur. Þjálfarar sem leggja meira upp úr því hvað andstæðingurinn er að fara að gera fyrir leik heldur en þú þitt lið, það eru bara ekki mínar tegundir af þjálfara. Og hann var bara mikið í að teikna upp hitt lið heldur en að einbeita sér að því hvað við áttum að gera. Þetta eru stór orð. Nei, þetta sér líka hvernig íslenska kvennalandslið er að spila, þetta er nú ekki skemmtilegt að horfa á þetta. Wow, Felix, sammála þessu? Ég meina, við erum ekki mættir til að ljúga, þetta er bara staðan. Þetta er ekki, ég meina, við hljótum að geta gert betur. Já. Búst, styrki Víkinga, risa samningur, Halldór Smári, minn maður með búning aldarinnar. Er þið búin að sjá búningin hjá mínu manni? Já, mjög flottir, mjög flottir. Hvað segir þau, Felix? Já, ég bara get ekki beðið eftir að klæða mig þetta á næst sísoni. Þetta verður bara eins og klæða sig einhver jakkaföt. En hversu stórt er að fá svona stóran styrktaraðala? 4 ár, Búst, bara risa fyrirtæki. Já, það líkur sækir líka heim. Það er bara stóri sækir stóra. Þetta er stærsti samningur sem þeir hafa gert sögður og ég meina, þetta hljóta að vera eitthvað 30-50 milljónir á ári þá. Ekki meira? Nei, ég varst það. Þú átt að vita þetta, þú ert með milljónirnar. Já, ég Körfuboltalið Stjörnunnar gortar sig að því að hafa gert stærsta samning við Þ G verktaka og ég held að Búst samningurinn er mun stærri, þar sem fótbolti er mun vinsæll íþrótt. Já. Herðu, Elmar Kokic framlengi við afturöldingu mitt lið, Mosó. Ætlar afturöldingi beint upp eða með þessari sæning? Ég held að afturölding sé bara verður í ströggli sko, það er ekki mikið af nýjum leikmönnum sem hafa komið þarna inn sko. Eins og hverjir? Þeir eru búin að missa meira, þeir eru búin að fá Gunni. Nei, þeir eru búin að fá 1 framherja, 1 kantara. Já, samt, þú veist, kjarnin er ennþá hana og Maggi.net er ekkert áfram til þess að vera áfram í lengjudel sko. Nei, hann er geggjaður þjálfari og er að gera geggjaða hluti, ég er alveg sammála því, en það er bara svo mörg lið að gefa í hérna, sjáðu bara hvað Njarðvík er að kaupa og Þróttararnir. Já, Þróttararnir, Fylkir, þetta er bara verður svakaleg deild. Heimir Guðjónsson byrjar að henda út fullt af mönnum sem voru að fá fullt af mínútum í fyrra. Já. Þetta verður skemmtileg deild. Hvað segir þú, Felix? Ég held að afturölding vinna allir deildina. Þeir eru ekki með nóg sterkan hóp til þess að vinna deildina. Þú þarft að vinna til þess að tryggja það upp og svo ertu komin í bara smá rúllettu þarna eftir umspilið. Ég hef ekki trúið til þess að klára þessa deild, ekki eins og þannig í dag. Axel Andrésson var áfram. Já, ég meina fullt af leikmenn sem áfram skilur en svo er bara önnurlega að styrkja sig og það er kannski eitthvað sem getur haft meira að segja þar upp í stað en ég myndi ekki leggja mig pening á afturöldingu í dag. Það er bara þannig. Ég held að þetta skipti, fyrstu 6 leikinir, það lið sem verður með svona vinnur 5-6 leiki þar, það gæti stungið af að þetta er svo jöfn deild sko að það verða allir að éta hvor öðrum nema það verður 1 lið sem tekur einhverja 5-6 leiki í röð þannig byrju. Það gekk ekki eitthvað í á seinasta ári? Nei, við vissum það alveg, Breiðholtið er ekki alveg með nóg mikla breidd. En ég var að vonast þess að þeir myndu halda þetta út, maður var alveg farin að mætti ég ekki á völlin hérna og hitti þið einhvern tíma hérna? Nei, ég var eitthvað hringið og vekjaði eitthvað eftir leikin eitthvað. Þú veist eitthvað á væli verið, ég var hringið eitthvað og vekjaði.
ég hitti þá í Leiknir og svo hringdir í Já, mig það eftir mökkaður. 2 árum, Óskar. Já, þú hringdir í mig mökkaður hérna með eitthvað kvöldið einhvern tímann þarna. Já, það var í fyrra þegar unnum ykkur 1-0. Árið undan unnum ykkur líka 1-0 á IR-velli. Ég man þetta eins og þetta var í gær. Já, 1-0 sjálfsögðu. sigur, 2-0 sigur, 1-0 sigur í fyrra. Til hamingju, fórstu ekki upp. Fórst niður með afturhaldlíku, fórstu ekki upp með IR. Felix, ég var að, við gaman að þegar ég keppi Leikni, þá er alltaf fyrsti maður sem ég hringi í, er Óskar Alfreðsson. Svo var ég að reyna að ná í hann eftir þetta, eftir sigurinn á sólardegi, á sólardegi, þá segir hann, hvað ertu að hringi í mig, ég var sofandi eða eitthvað. Ég man ekki hvernig það var. Ég var í útlöndum, það var eitthvað tímamismunur, ég man þetta núna. Það gerði mig daginn miklu betur þegar hann sagði, já, hvað ertu að vekja með hana, fíbliði? Já, þetta er helviti gott. Þetta er djöfulega gott podcast, maður. Þannig að Sindri Kristinn sem hefur Vasalund í 3. deild, ekkert meira það að segja nokkuð. Þú voru ekki bara bestu fréttir þetta fyrir F-fákana þegar hann sænaði þessi út þar. Jú, það var slakur þarna maður. Hann var slakur það, hann ekki ágættur hjá Keflavík. Jú, fín þar, er hann ekki uppmann í Keflavík eða? Jú, þetta er góður markmaður, sko. Hann bara... Ekki úrvastilt. Hann átti bara slæma tíma, ekki slæma, hann átti allt sæmilega tíma hjá FH. Við ætlum nú ekki að jarða mannin. Herðu... Svo tóku F-fákanir einhvern annan sem var sko verri en Sindri. Já, hvað heitir hann, Felix? Rosenur, já. Rosenur, í Keflavík. Já, alveg rétt. Það er að reka hana matmaskáta þarna í krigan. Þetta er gerður, svona í röðsk. Er það ekki hana... Nú? Nei, ég segi svona bara með það mætti halda. Herru, núna verði ég að fá ykkar skoðun. Felix, þú ert úr Kópavogi, Óskar, Elnormali, þú ert með munni fyrir niðan nefið eins og menn segja bara í þjóðfélaginu. Það kemur frétt, safnað fyrir Jóa Berg til að ganga til liðs við Breiðablik. Sko, Breiðablik er eitt stærsta lið á Íslandi og það verið að tala eins og þetta sé eitthvað svona 3. deildarlið eða svona lengjudeildalið sem er að reyna að safna peningum til að fá einhvern leikmann. Ég fekk svona kjánarhroll ég heyrði þetta frétt. Já, ég hugsa að Jói Berg geti keypt Breiðablik og hann langaði til, sko. Ég veit það ekki maður, mér finnst einhvern veginn að allt sem kemur frá þessum Flosa, þetta breytist allt í einhverja fyrirsagnir maður. Akkur geta menn bara ekki haldið þessu innan þröngs hóp ef þú ætlar að sækja mann eins og Jóa Berg. Góð spurning. Þetta er bara blikarnir, ég sagði nú í einhverju podcast, þetta væri dúkkuklúbbur, þetta er ástæðan fyrir því að Breiðablik verður aldrei eins og KR. Þeir fá aldrei svona stórveldi stimpil á sig, það er út af svona rugli. Já. Það er bara ómikið að peningunum að fara í kvennarliðið þarna og þá að vera eitthvað jafnrétti og bla bla meðan stúkan er tóm og kvennarleikjum ágætismæting og kallaleikina, það þorir bara enginn að tala um þetta. Þetta er bara, ég veit það ekki maður, Breiðablik er flottu klúbbur og flottu umgjörð og allt það. Nú er ég farin að hljóma eins og Mike í þungaðustinni og allir besti vinir mínir og allt það sko, en Breiðablik verður aldrei stórveldi. Það er svoleiðis. Ég fíla það. Felix, takk undir þetta. Þeir voru aldrei stórveldi og þeir verða það ekki, skilur, það er bara... Hágangurinn að tala, hágangurinn. Breiðablik langar rosalega að vera stórveldi, sko. Þeim langar þetta svo, að ég veit það ekki, ég held að sé fullt öðru liði sem er að fara að taka fram á þeim. Eins og hvaða lið? Já, til dæmis KR. Allt hættu þessu. Stjarnan. Nei, Stjarnan. Er eitthvað klikkað? Stjarnan? Akranes. Nú er ég bara að hissa, sko. Akranes er náttúrulega bara risi sem á fullt af peningum sem er stórveldi í íslensku fótboltakunni. Þú veist það. Þó þeir hafa aldrei skátað þig nú og vel þegar þú varst að spila. Lárus Orri er ekki að fara að ganga vel með þessa leikmenn sem hann var að fá. Bara fylgstu með. Og KR
Eiður Gauti. Ertu að fá hjartafall? Nafnið, muni nafnið, Hvað ertu? Eiður Gauti. Hvað flóðarkast skotnum? Eiður Gauti mun skora 20 mörk í sumar. Já, akkurat að það var hlæja að því að ég sé að segja KR sé að fara að taka fram á. Já, góðu punktur. Þú sagði Stjarnan og Ía samt. Nei, ég er að tala bara næstu árum, skilur þú. Já, næstu árum, ekki núna í ár. Ég er að búa eitthvað til. Breiðablik er ekki að búa neitt til. Þeir eru bara að selja unga leikmenn. Þeir spila aldrei með meistaraflokki. Þeir selja það út, svo koma þeir alltaf tilbaka með skottið á milli lappana. Meðan að KR-ingarnir eru að spila actually á þessum mönnu núna og voru að spila þeim í fyrra. Stjarnan, þeir er 1-1 sem dettur inn hjá Stjörnunni, en Akranes er að fara að spila á þessum gæjum sem við erum með. Já, það er spennandi að sjá hvort að það muni gerast. Þeir eru konið með ógeðslega sterkt byrjunarlið. Svo er þetta bara Víkingur, ég bara sé ekki hvað lið á að geta tekið Víkings, sko. Það er ekki hægt að klúra þessu Víkingsliði þó að 10 menn meiðist, það skiptir bara einhver máli. Albert Ingarsson sagði að ef Jói Berg fyrir Breiðablik þá vinnir þeir út af því að þeir eru ekki Evrópukeppni. Nei. Víkingur með langbesta liði, sko. Breytir engu. Er ekki Albert bara búin að sjónvarpa yfir sig? Maður má ekki kveikja sjónvarpinu og þá er hann í settinu, sko. Það er verri en Gummi Ben, maður er þreyttur á Gummi Ben, nú er Albert tekinn við, sko. Fjölskyldan er að halinn sæla þarna á Suðurlandsbrautinni, sko. Elnormalegu, tjóðnettu, skemmtilegu maður. Þannig að, þú veist mér alveg út af leiðinu, Þór hérna að tapa fyrir Fylki, 2-0 á heimavelli og KR í jarðaði Stjörnuna. Eins og Leon spáði seinasta þætti, einhverja skoðunar á þessum tveimur leikjum? Felix, byrjað þú ekki bara? Já, sko, er ekki óvænt að Þórsarnir hefur tapað heima á móti Fylki. Ég hef aldrei Já. það fyrirfram. En þú veist, þeir voru, þú veist, ég horfði í liðið þeirra, þá veit ég ekki alveg, ungt lið og... Ég meina Þórsarnir er búin að væla yfir því að það eru lið að koma að norður og að spila ykkur varaliðum og eitthvað svoleiðis. Svo fá það lið að móti sér með byrjunlið. Og hvað, ætlaði það bara drull upp á bak og skýta það? Góður punktur. Þú veist, þeir eru væntanlega að byggja lið sem ætlar að vera klárt bara í fyrsta leik. Oft eru nýliðarnir svolítið svona að satsa á það að reyna að ná í sín stig snemma í mótinu og þetta er ekki góð fyrirheit fyrir það. Þeir eru alltaf tapa á móti liðin sem eru nú fyrirfram ekki einu sinni betri þegar þá veit ég ekki alveg hvað gerist þeirra mæti til leiks í Íslandsmótinu. En KR-ingarnir voru það alltaf að fara að klára Stjörnuna. Það vissi hvert mannsbarn held ég og það kom alltaf ekki mér óvart. Ég veit ekki hvort það kom ykkur eitthvað óvart. Óskar, hvað er í gangi þarna í Garðabænum? Ég veit ekki maður. Ég held að Jökull veit ekki eins og sjálfur hvernig boltan ætlar að spila. Ég held að það sé ekki búin að ákveða byrjunarliðið eða neitt, sko. Þetta er ekkert verið að eyða eðlilega miklu í þetta í Garðabænum, sko. Hvað, þú veist? Og tapa 4-0 á heimavelli. Það var allt kolvitlaust þarna í baklandinu, veit ég, sko. Já, þú ert með samböndi, þú ert kóngurinn Álftanesi, þú hlýtur að þekka eitthvað að liða hann í Garðabænum. Ég bara veit hvernig þeir eru og hvernig þeir að tapa 4-0 heima fyrir KR með þetta lið. Já. Vantaði eitthvað í Stjörnuna? Ég held kannski vantaði þetta annað Finns, hann getur náttúrulega ekki neitt, skilur, eftir að fóru leikni, hann hefur ekkert sínt, skilur. Þannig að, þú veist... Hann er ekki lykilmaður í liðinu allavega. Nei, ég meina, ef það vantaði eitthvað, þá vantaði að byggla meira í KR heldur en nokkuð tíma á Stjörnuna, sko, en þetta hefði getað farið, sko, 6-7-0, sko. Má ég spyrja þig hérna, þar sem þú ert kóngurinn í Álftanesi og Álftanesi hluta Garðabæ, þá, þú veist, körfuboltinn á Stjörnunni er bara top notch og fótboltinn á Stjörnunni er í Evrópudeild, nei, hann fór í Evrópukeppnina. Handboltinn er að ströggla að halda sig upp í deild. Já. Hefur eitthvað heyrt hvað ástæðan eru fyrir þessu? Handbolti er náttúrulega bara jaðarsport, skilur. Ég held að þetta sé bara, ef þú tekur reytingtölur á heiminum, þá kemst handboltinn ekkert inn á topp 20 held ég í vinsælustu íþróttagreinum í heimi, sko. Já, einmitt, Felix. Við búum á Íslandi, þannig að það er náttúrulega aðeins önnur saga í gangi og Stjarnan er bara hrikalega illa statt þegar það kemur handboltanum því miður fyrir þá. Já, ég meina meira sé að búið að ráða þetta inn sérfræðingin og
og hann Arnar Daða, sko, hann er búið að henda honum til og frá, reka nú kallaliðin yfir í kvennaliðið og það virðist bara vera eitthvað að þarna í stjórnunni á þessu, en þeir eru að gera frábæra hluti í körfuboltanum og gætu gert flotta hluti í fótboltanum ef þetta smellur, Jölliból smellur. Já, En með ég- Sigga Höskulds og Þórsarana, ég vantar Sigga ekki bara senter eða? jú, hann er að fara að fá einhvern sendir hann, ég man ekki alveg frá Norrlundunum, einhvern ungan leikmann. Hann fær ekkert mörg stig á að segja í viðtölum að hann sé með 15 uppalda Þórsar í hópnum, sko. Nei, hann þarf, sko, Siggi Höskulds þarf strækir sem er með reynslu og með resume sem búið að skora mörg. Hann er að taka einhvern strák frá Norrlundi, ég man ekki alveg hver það er, sem er ekki búin að spila það mikið, en ógslag efnilegur. Það gengur ekkert í bestu deildinni. Er það Rósenborgaðinu? Já, Já. Hann er kort ungur. hann er hvort ungur, þú veist, þetta er ekkert auðveld deild. Hvað segirðu? Gumma Magg? Já, ég meina hann er nú skila mörgum og er alveg frábært fitt í Þórslið, svona fysikal gaur og myndir hann að djöflast og var það ekkert sko? Ég held að Þórsættir sé ekki að fara að borga 500-600 skall á mánuði pluss íbúð og bíl í Gumma Magg, sko. Það var hann sem að verið að bjóða honum og hann fekk, sko. Þannig að hann var að fara á milli félaga og bjóða sig, sko, sjálfur. Þannig að Það er svoleiðis. já. En vonandi á hann 1 ár eftir og næra kassa einhver útgreið. Ok. Herru, Daniel Djúri skemmtilegu viðtali segist muni gera deildina litrika. Hvernig mun hann gera deildina litrika? Ekki bróðir hans á samfélagsmiðlum. Nei, ég elska þessa típur, sko. Ég er bara svona, því ég hlusta á þetta viðtal, ég hlusta á það tvísar, því ég datt svo oft út af ruglunum sem kom út þessu gæja. Þetta er bara eins og Diego. Þetta er bara eins og Diego að koma tilbaka í Napoli, sko. Þetta er bara... Káa er bara að fara að vera þarna í 6-8, sko. Þú veist, það er ekkert að fara að gera til Káa. Og Djúri sem mættir þarna að gera gæja, sko. Það er svo fyndið að hann Stænke á Fótbolti.net var að reyna að taka viðtala og fá okkur svo alvarleg svör. Hvað ert þú að fara að gefa deildinni? Ég mun lita hana. Ég mun lita deildinni. Hann kemur til dyrana eins og hann er klæddur þessi strákur og ég bara vonandi bara helst hann heill og hann hjálpi Sævari vinum mínum og félögum í Káa. Ég meina, ég vona Já. Herru, Álafoss, ég fór á Álafoss Fjölnir í bikarnum. Frank, minn fyrrum liðsfélagi í gulaspjaldinu, hann var í vesenni. Fróði Brúks, shoutout á hann fyrir að skora einn í samaran fyrir Álafoss. Fjölnir, það fór 4-1 fyrir Fjölnir. Fjölnir skoraði 2 mörk í lokin. Álafoss var bara búið á því. Ég fór á leikinn. Ég labbaði niður á Varmárvöll og var að styðja mitt lið, Álafoss. Þeir eru í 4. deild í sumar og sama Álftanes. Já, ég sá ekki munin á 4. deild og 2. deild á það sem ég horfði á allavega, en það er bara gaman að sjá hver svona, mér finnst íslensku fótbolti orðinn betri, þú veist, 4. deild, mér finnst þetta bara fínt spilana hjá þeim, sko. Ég datt inn á nokkra leiki í fyrra hjá Álftanesi hérna út á velli, sko, hjá mér, sko, og þetta er alveg mikil ágæð og fullt af flottum fótboltamönnum sem fá ekki tækifæri í liðunum sínum sem er að spila í þessari deil, sko. Ég meina, þetta er ekki pöppadeil, sko. Nei, þetta komið með virkilega óvart út. Ég horfði á Álafoss í fyrra og mér finnst þetta betri ár og voru bara menn voru í standi og voru bara að spila skemmtilegan fótbolta og ég sá ekki að þeir væru eitthvað 4. deildarlið á móti eitthvað öðru deildarlið, sko. Það er alveg á hreinu. Haukar mörðu Vangi Júpiters 2-3. Og hvað ég lýs nummer 10, það? Já, sko, Vangi Júpiters yfir 83. mínútu þegar Haukar jafna. Þú veist, maður hefði haldið að Haukar ætlaði að rústa þessari deild í sumar. Já, var þetta mótsleikur eða? Æfingarleikur eða? Þetta bikarkeppninni? Já, ok. Já, ég meina, þú þarf bara að vinna með einu til þess að fara áfram í bikar, skiptir engu máli.
Pablo Puñet og og fleiri í þessu liði, þú veist, þetta er feikna sterkt lið. Já, með Óskar Örn Hauksson þarna í þjálfarateyminu, maður, þetta er, já, ég veit það ekki, það er kraftur í Haukunum og umgjörðin í hjá þeim, sko, ég þekki það nú bara því að ég er inn á síðu þarna sem gamall leikmaður, við erum þarna nokkrir og þeir eru þarna nokkrir mjög öflugir sem að flykkjast á bak við liðið og ég vona svo innilega að Gauja vinur mínum gangi vel með þetta Haukalið. Já, ég vona það líka, en ég held þetta sé þetta bara kemur í ljós, við vonum að það gangi vel, en nú er komið að Felix að þjálfari rekinn frá HK fyrir brot og siðareglum núna í vikunni, seinustu viku, ég veit ekki hvernig það var, og náttúrulega Felix er HK-hungur númer 1 og veit allt þetta, núna hann var rekinn frá hvað? Þjálfari meistaraflokks kvenna í fótbolta, segðu mig frá þessu Felix. Já, það er víst svo, svo sem tekað fram, ég þekki mann ekki neitt og er bara búinn að heyra sögur í tengslu við það. Það er alltaf voru í æfingarferðarnar á Spáni og já, ég veit ekki hvernig dagskráin var hjá hópnum eða hvernig sem það var, en sko, atvikið sem slíkt gerist ekki á síðasta kvöldi eins og kannski menn héldu að myndi hafa ásakast, heldur gerist þetta bara á 4 og 5 eitthvað svoleiðis, sko. Og já, ég meina, mönnum getur orðið á og það var aldeilis tilvikið á þessum manni af því að hann var að gera eitthvað óskota sem hann hefði betur sleppt að gera og veit það best sjálfur. En ég veit ekki, ertu búin að heyra eitthvað um þetta eða? Þetta er ekki fyrsti þjálfari sem skýtur upp á bak með að hella í sig, sko, þannig að ég... Býtu, Felix, hvað gerði maður fokkari? Já, mökkar upp á herbyggi að senda eitthvað skilaboð. Já, ég get ekki sko staðfest þetta neitt, en það sem ég er búin að heyra er að hann var svona að bjóða einhverjum leikmanni sem að var, já, ekki kominn á 20 aldur, hvort það myndi verið mögulega taka smá dans upp á herbyggi eitthvað svoleiðis. Wow, Óskar, þú varst með þetta? Þú varst með þetta slúður? Það er búið að dreifast. Vel normal er alltaf með puttan á púlsinum, maður. Það vonandi bara rífar hann því í ganga sem strákur og það var allir gert mistök, maður. Það er bara áfram gakk. Já, áfram gakk, maður. Áfram með smjörið. Áfram með smjörið, Afturelding vann Breiðablik á 3-1, stórsigur fyrir mína menn í Mós og Arnar Skúli, ráðinn aðstoðarþjálfari Tindastóls í 3. deild, happafengur fyrir liðið. Ég vil fá eitthvað skoðun á þessu með að FIFA er að koma með reglu að þjálfari eða aðstoðarþjálfari þurfa að vera kvenmaður í kvennalandsliðinu. Óskar, nú er Þorsteinn eða Ólafur Kristjánsson að fara að missa starfið því að annarkvort þeirra þurfa að vera kvenmaður. Hver er þín skoðun á þessu? Þetta er náttúrulega bara eins og við ræddum aðan í byrjun þáttar, ég meina að vera aumingjavæða Evrópu líka og annað skilur, við veit eiga bara hæfast að fólki að þjálfa hvort sem þessi kona eða kall, þá er enginn að skipta sér að því. Nei, Felix. Já, það er bara mín skoðun. Já, ég held að KSÍ kom með krókum út í bragði og Óli fyrir aðgerð og skiptir Það verður bara einhvern veginn, þú veist, að finna lausn við þessu skilur. Ef það var að setja reglunar í leiknum á þennan hátt, þá smíða menn sér bara stakkandi vexti, en hvort þetta sé betra fyrir íþróttina, ég veit það ekki. Það verður bara að koma í ljós, sko. Felix, þetta er svo að vera meiri ásókn í að vera kvenkyns þjálfari, eða þú veist, að fá fleiri kvenmenn til að vera þjálfara. Já, en hvort að það bæti gæði þjálfunar, þú veist, ég ætla ekki að fara að... Já, ég veit það ekki, þið er að segja mér, skilur. Mikil neikvæðni hjá Sævari Pét vinninum, Óskar, með undirbúningstímabilið, þeir vilja fá bikarkeppnina eins og í Svíþjóð, sem er bara virkilega góð hugmynd. Hver er þín skoðun? Ég er sammála þessu, sko, það er náttúrulega búið að... Þetta Reykjavíkurmót er náttúrulega bara djók, Lengjubikarinn er dottinn í sama djókið. Þetta á að vera eitthvað gulrót þarna á endanum og
og þú fær bara alvöru leiki og fleiri leiki sem skipta máli með þessari uppsetningu sem hann var að gera þetta er hálfgerð svona bikarkeppni. Já. Ég meina, er ekki Evrópusæti þá í endan? Jú, þetta er bara bikarkeppnin. Nema það er bara verið að riðlaskipta þessu með að hleypa þá neðri deildarliðunum inn í með að riðlaskipta þessu. Já. Og svo í rauninni faktist tekur við Champions League formið, skilur heima og heiman eða eitt leikur eða hvernig sem skilur og ég finnst þetta geggjuð hugmynd sko, en það er náttúrulega hlýtur að þurfa að ráða 10 manns í einhverja nefnd þarna niður í KSÍ, ekki ráða við að gera búningsklefana, þeir eru ennþá að safna fyrir þeim, þannig að og þeir eru vantarlega að fara yfir heimasíðuna líka ennþá, en ég meina, ég hef bara enga trú á þessu KSÍ batteri, þetta er svipað með KKÍ batterið í körfuboltanum skiljið, þetta eru bara menn komast þarna inn og þeir fara ekkert út. Nei, þetta er bara pólitík, menn eru bara afætur á einhverju laun og allt púður fer úr þeim einhvern veginn, fullt af flottu fólki þarna skilur en það virðist bara einhvern veginn allt einhvern veginn verða bara svona hálf flatt sko. Þetta er bara eins og ríkissjóður, þetta er bara eins og Reykjavíkurborg. Þetta er bara svo leiðis. Já, ég er alveg sammálaður. Þau get ekki svara fyrir eitt né neitt. Ég meina, sjáðu stjórnunum á þessu körfuboltasambandi, sko. Já, það er hræðilegt. Handboltinn er skárri, sko. Já, Nonni Halldórs er samt að rífa þetta í gang, sko. Ég er ánægður með formaðskiptin þar. Ég þekki Jón Halldórsson sem var formaður Vals. Já. Hann er formaður HSÍ. Það er gæi með metnað, alvöru gæi. Ég hef mikla trú að fenga það. Félix, það tekur undir þetta? Já, ég bara vona að hann sýni það í verki, sko, þú veist, það bara gerir flottari val og verður gaman að sjá hvernig hann plumar sig í þessu djópi, það er alveg ég meina, þú veist, tíma og eitthvað gerir eitthvað vitið þarna. Willum fór inn á Alþingi og maður bjóst við alveg einhverjum flugeldasýningum og þetta bara einhvern veginn virðist bara vera erfitt að hreyfa við alls konar hlutum þegar menn komast þarna inn, sko, en ég vona að Jóni takist það með handboltasambandið. Já. Hörðu, förum aðeins í landslið. Það var tilkynnt landsliðshópur fyrir leiki móti hverjum var það aftur? Var það ekki móti Haítí? Haítí og Japan. Nei, Kanada og Haítí. Nei, Haítí og Kanada. Ef við förum aðeins yfir þann landsliðshóp þá brenna augun á mér, þú veist. Til hvers eru þessi vináttu landsleikir ef það er ekki til að gefa ungu kynslóðinni sjens? Þú veist, ég skil það ekki. Þú veist, Daniel Tristan, Gísli Gottskál og Viktor Bjarki eru ekki í hópnum. Þeir eru að vera í U21 til þess að vinna hvað? Til að komast í einhverju, þú veist, vinna riðilinn eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, ef þú sendir einhvern í U21, ertu þá að segja að þið séu ekki í framtíðinni, þeir eru ekki í framtíðaplönum, veitir hvað ég meina? Ég hristi hausinn yfir þessu líka og röflaði mér hérna við konuna mína hérna, ég bara að Viktor Daðarsson skuli ekki verið í A-landsliðinu er bara rannsóknarefni og líka gæinn í Hearts samt Thomas Bent. Já. Það skuli ekki vera þarna líka, ég á ekki til orð, ég skil þetta ekki sko. Sko með Thomas Bent þá er Arnar Guðmundsson spurður af hverju Thomas Bent ekki í hópnum. Þá svarar hann fyrir hvern. Hvers svar er það? Málið svar. Ömurlegt svar. Galið svar. Thomas Bent er búinn að vera bara eitt besti leikmann Hearts sem er að fara að vinna skotska deildarmeistaratitilinn. Já, þetta er ekkert eðlilega hörð deild sko. Nei, nákvæmlega. Og af hverju ekki að velja hann í landslið? Ég skil þetta ekki, sko. Í æfingarleiki, sko. Í æfingarleika mútið Kanada og Haítí. Ok, af hverju Gylfi í liðinu? Ok, ég skil að hann átti fínt tímabil með Víkingi fyrra. Af hverju Gylfi og Aron Einar í þessu liði? Eins miklu toppmenn og það eru og hvað þeir hafa gert fyrir land og þjóð, þá hefði þeir alveg mátt bíða þessa leiki og hinir tveir hefði átt að fara þarna inn. Já, ég er alveg sammála. Ef þið ætla að nota notið þá í þessum leikjum sem er upp á eitthvað. Gefið hinum sjens aðeins að kynnast þessu, sjá hvernig þeir standast pressuna
af hverju er að velja þessa leikmenn í þetta? Þú veist, þetta er svo ekki bull. Við hefum ekki Já, verið ég- að þá, sko. Ég veit að ég hlusta á viðtali við ég og Arnar erum ágættir félagar sko, þessi lýsing hvað Gylfi var hoppandi glaður þegar hann tilkynnt honum þetta. Mér leið bara kjánalega að hlusta á þetta sko. Nei, það var eins og hann væri að Gylfi hann verið eins og hann væri barn í nammi búið eða eitthvað, í sjoppuð eða eitthvað. Ég bara þvæla. Gylfi gat ekki verið meira sama hvort hann væri að fara að spila þessa 2 æfingaleiki. Hann er bara í fókus með Víking núna og Evrópu. Já, þú veist, Þannig þetta er fýtt bónus fyrir Gylfi að spila með landsliðinu og hitta félagana og eitthvað. En að Thomas Bent skuli ekki hafa verið valinn og verið í liðinu sem er í efsta sæti í skosku deildinni er náttúrulega bara, það er ótrúlegt sko. þetta er bara ótrúlegt hann kom með henni ummæli þannig að þegar hann sagði þeim Daniel Tristan, Gísli Góska og Viktor Bjarka að þeir væri ekki í liðinu þá segir hann, þeir tóku því bara mjög vel. Þú veist, hvernig áttu þeir að taka því? Ég bara skil þetta ekki. Ég meina Arnór Sig er búinn að vera meira og meira meiddur hérna í Svíþjóð. Hvað er hann að gera? Hann er engan veginn klár í þetta sko. Í alveg talað, við veitum búin að tala um þetta. Hvernig getur skilið mann utanhóps sem búin að skora á móti Dortmund og búin að skora á núkant móti Barcelona? Það er bara aldrei nokkuð tíma hljóð og mynd hefur ekki farið eins lítið saman sko. Já, eða miðjumæri sem er að spila á móti Celtic og Rangers og eru dóminera miðjum, við djúpum miðjum. Þetta er akkurat gauð sem okkur vantar í liðið okkar til þess að replacea það sem Aron gerði þegar við gátum eitthvað. Já, en þú veist, hvenær ætlum við að fara að endurnýta, þú veist, bara gefa nýjumönnum sjens og búa til nýtt landslið? Hvað ætlar Aron Einar að spila hann til hann er 45 ára eða? Hvað hefði gerst ef Jói Berg hefði verið komið í lið? Hefði hann valið Jói Berg? Hver hefði þá dottið út? 100%. 100%. Út af því að seinast þegar hann valdi hann ekki, þá fór bara hálf þjóðin í fílu og hans helstu vinir. Mér finnst líka bara umfjöllum fjölmiðla og svo ógeðslega léleg í kringum allt á Íslandi. Hvar eru blaðamendur að spyrja þessa spurninga? Akkur er gæinn ekki inn á að skoraði á móti Barcelona og Dortmund? Akkur er hann ekki hóp? Ótrúlegt sko. Þú veist, það spyr enginn aðeins að því þá fær hann ekki boð í næsta koktelboð hjá KSÍ í Laugardal. Þú veist, þetta er galið. Já, og svo Henry Birgir vinur minn, hann er orðinn allt og soft. Eins og fleiri. Það er nú eini fréttamann sem þorir að spörja einhverju sko. Já, það er ekki Stanki, mér finnst hann vera beittastur af öllum þessum gæðum. Jú, Stanki er grjótharður sko. En ég hef ekkert séð frá honum þetta dæmi sko. Nei, það er enginn að fjalla þetta. Það er bara Arnar, þeir éta upp úr lófanum á Arnar. Já, ef það er einhver annar fúlunni þá væri það Stanki. Ég með dettur engin annar hug sem þóra að spurja Jó, naflin á góðu degi. Naflin er ekki að vinna á fótbolti.net. Nei, ég er bara að tala um fjölmiðla overall, skilur. Já. Hvar eru fjölmiðla að spurja þessa spurninga á sem blaðamannafundi en að tilkynna þetta? Þú veist? Já, menn eru bara hræddir. Menn eru ekki Bomban podcast. Menn eru ekki FMK-vélin. Menn eru lífir. Ísland mætir Japan í Tókjó 31. maí. Það er alveg eins gluggi, það er eins gott að bara hann prófi bara blöndu þar sem hann sé svona framtíðin í, skilur þú? Nei, Thomas Bent æfði með Víkingunum, hann þarf ekkert að skoða meira. Hann æfði með Víkingunum hérna, það var útskýringin. Ég sá fréttina, ég sá fréttina. Gæinn er búinn að vera að starta á heilu tímabili í skotsk úrvalsdeildinni, sko. Já, í liði sem er að vinna skotsk úrvalsdeildina. Já. Þetta er galið, en þú veist, hann fær alltaf eitthvað svona, einhverja gagnrýni á sig í hverjum einasta glugga, það er rosalega erfitt að vera aðlandsþjálfari, þú gerir aldrei neitt alveg 100% rétt, spurðu bara Óla Jó og alla þessar landsþjálfari sem voru eftir honum, skilur við. Já, ég er að lesa bókina eftir Óla Jó, byrja á hann í dag. Já, hvernig er hún? Þetta er algjör snill, sko, snillingur þessi gæi, sko. Talar hann eitthvað um IR 2001? IR, hann þjálfaði IR 2001. Ég er ekki komin á 2001. Heyrðu því með þá?
Hann nefnir örugglega mig og annað einhverju í þessari bók. Varstu boltasækir þá eða? Hvað varstu að gera? Nei, ég var að taka skæri og rústa Arnóri Guðjónsson hérna í Stjörnunni. Þetta þekki ég þig. Já. Herru, ef við förum yfir landslópin, ég ætla bara að fara yfir nöfnin og endilega segja ef eitthvað svona stingur ykkur. Elís Rafn Ólafsson, Hákon Rafn, Anton Arir í markinu, Mikael Egill, Logi Tómas, Daniel Leo, Hörður Björgvin, Sverrir Inga, Aron Einar, Dagur Dan, Guðlaugur Viktor, Ísak Bergmann, Gylfi Þór, Stefán Teitur, Andri Fannar, Kristján Máni, Jón Dagur, Mikael Nevel, Arnór Sig, Brynjólfur Andersen Willumsson, Orri Steinn Óskarsson, Hákon Arnar Haraldsson og Kristján Nökkvi Hlinsson. Er einhver þarna sem þið sitja einhver spurningamerki við? Byrjum á þér, Felix. Nefndirðu Alfons? Nei, ekki Alfons, nei. Hann er ekki í hóp. Alfons ekki. Hann er ekki í hóp. Nei, ég meina, þú veist, ég hef alltaf haft mikið áhuga á Alfonsi og ég held að sé búinn að spila slatta núna eftir að skipta lið í Hollandi og ég væri mjög til að sjá hvað hann stendur og leyfa honum alveg að challenge þessu stöðu því að þetta er alltaf staði sem að við erum kannski ekki í bestu málum með en það er Alfonsi minn maður, þannig að ég hefði alveg viljað sjá hans nafn inni til að mynda. Já, sko ég segja það, Alfons að fara í Birmingham með einn mestu mistök sem hann hefur gert og ég sagði það við hann Orra hérna, Romano vinnin, Óskar, á Twitter að Alfons væri að gera mestu mistök lífsins að fara í Birmingham og hver hafði rétt fyrir sér? Geitin í fokkin leiknum! Geitin í leiknum! Þú setur ekki blika í Championship, sko, það bara virkar ekki, sko. Það bara segir sér sjálf. Bara hvað bliki hefur... Já, var ekki Jói Berg eini sem hefur, þetta er búin að vera í atvinnumennsku það lengi að eini sem er svona harðast í blikinu, það er Jói Berg. Já, Jói Berg hann er svakalegur, þú ert ekkert í atvinnumennsku svona lengi á þess að vera harður, sko. Hann er líka búin að eiga, þú veist, að keppa í Premier League svona lengi og er í þessum enska bolta. Þú veist, ég fór reynslu til Watford því ég var 16 ára, eða 17 ára og ég hugsaði, ég get þetta ekki. Þetta er eitthvað umhverfi sem ég get ekki gert. Þetta var allt og erfitt. Þú veist, þessi mömmu og pappastrákar, gleymiði hugmyndin að fara í atvinnumennsku, nema þau flytji út með þér. Það er staðan í dag. Svo sjáu þið þegar leikmenn fara út, ungir, þið koma alltaf aftur heim. Já. Ég er satt ánægður með að skyldi velja Dag Dan. Ég er nú búin að röfla lengi yfir því að því að vantar bakvörð. Og ef þið hugsið þessa þrjá elstu, Guðlaugur Viktor, Aron Einar og Gylfi, eru þetta að fara að vera yfirburða menn í íslenska landsliðinu í næstu alvöru leikjum hjá okkur? Þessi þrír? Alls ekki. Þurfum við ekki að fara að finna liðið okkar og finna þessa ungu gæja sem Jú, geta tekið við? það er því sem ég er að segja. Þess vegna áttu að nota leikmenn sem eru efnilegur og eru að fara upp á við. Sonur Willums, maður er alltaf að býja eftir hann springi út, sko. Herðu, Brynjólfur er búinn að vera frábær með Groningen. Hann er bara búinn að vera ógeðslega óöppið með meiðsli. Þessi gaur er ógeðslega góður í fótbolta. Hann á svo mikið inni að þú veist. Svo ertu með hinn Willumsson. Hann er alltaf mikið, sko. Það er ekkert smágóður fótboltamaður, sá strákur, sko. Ég er mjög hrifinn af honum. Hann er byrjunarliðsmaður þegar hann er heill. Það er bara svoleiðis. Já, það er svona nettur Redondo í honum. Ég er ánægður með þann gaur, sko. Já. Þeir eru bara frábæra þessir Willumsinni. Svo er annar yngri að koma hann upp. Ég veit ekki hvað hann heitir. Man ekki alveg hvað hann heitir. Þór eða eitthvað. Ég veist að hans er langt bestur og snar geðveikur, sko. Eins og pappi. Já, eru þeir ekki smá geðveikir allir saman? Er það ekki, Felix? Já. Jú, það er þess ekki. Svona til þess að vera alltaf með eitthvað ekstra. Það er gott að vera smá svona íslensku geðveikina í sínu fari. En vonandi vinna er þessa leiki sem Kanada er samt góðir, ég heldur vinni þá ekki eða þeir eru með sitt besta lið en ég býst þeir vinni hinn leikinn. Það er bara krafa sem ég geri, sko. Haiti? Já. Nefndi mér einn mann frá Haiti, erum við með einhvern? Nei, en ég spila á móti mörgum Haiti landsliðsmönnum í college football
Þetta eru erfiðir menn og en þeir eiga alls ekki að eiga sjens í landslið á einhverju liði, sko. Eða þú veist, bara landi. Herðu, Nei. djöfull erum við að tala mikið. Þetta er svo frábær þáttur. Enski boltinn, spáum í leiki helgarinnar. El Normale. Herðu, hvað er staðan í leiknum? Kíkjum á það. Og ég ætla að... Það bara eða líka kvöldi fyrir þér. Nei, ekki segja það. Býttu. Það er 2-1. Fyrir Manchester United. anskot. Let's go! Bruno Fernandes, víti. Það kemur jöfnur markúsuðurinu, yngar ákir. Best sem við gætt gert James Hill með hana own goal. Fantasy. Herru, allavega. Spáum í leiki Bournemouth, Manchester vinnur þetta. Þeir eru 2-1 yfir í áleik. Herru, El Normale, Brighton Liverpool. 3-2 fyrir Liverpool. Felix, Fulham Burnley. 2-0 Fulham. Manchester City, Crystal Palace, El Normale. 4-0 fyrir City. 4-0 fyrir City, ok. Byggat á móti Arsenal, mástu, það er úrslitalegur, sundaginn. Já, vá, maður, það stendur líka postponed hérna. Já. Herru, Óskar, Everton Chelsea. Herðu, Moyes að kúka eitthvað í Liverpool. Ég ætla að segja 2-1 Everton. Felix, Leeds Brentford. 1-1, sterkt heimastig hérna. Óskar, Newcastle Sunderland, þetta er grannaslagur og Leon the Lion, vinur þinn úr Garðabænum, er farastjóri í þessari ferð og mun vera á leiknum. Ég var með miða á hana leik. Hann sendi á mig að hann væri búinn að redda mér miða á hana leik og ég var bara, ég er í körfuboltatúrningu með son minn og 2 fermingar. Ég átti ekki breyka þessa helgi, hann segði ég farið á hana leik. Sko. Já. Þetta verður einhver veisla, maður. Þetta er hjá Newcastle, ekki? Jú. Ég held þetta verði 4-3 fyrir Newcastle, eða 3-2. Þetta verður einhver súpa, sko. Heldur þetta verður svona mikið markaleikur? Þetta er stórkostlegi leikir. Þetta er bara svo El Clasico. Þetta er bara... Mér finnst þetta þessi búin að svona fá mörk í þessu leikjum. Nei. Leon er á vellinum, það verður veisla. Felix, hvernig heldur þessi leikur fari? Já. Sko, ég hef trú á mínu Sunderland. Þeir mæta hérna alveg mölbrotnu Newcastle-liði og þetta er leikinn sem Sunderland deyja fyrir. Þeir myndu sko sætt sig við það að tapa öllum öðrum stigum á leiktíðinni ef þeir myndu náði þessi stig. Ég hef ekki 3 hérna. Já. Taktu næsta, Felix. Aston Villa Vestam. 2-1 Villa. Óskar, Tottenham Nottingham Forest. 0-1. Ég hata Tottenham eftir að þeir náðu stíga út okkur þessum daginn, sko. Þarna, Felix, það er handboltinn, það er þín deild, þú ert minn handboltasérfræðingur, landsleikur í Svía, það var landsleikur í gær, taktu með þessi gegnum hennar leik. Já, þú veist, ég sá ekki leikinn í fullri lengd, þannig að ég kannski get ekki sagt þér í dítila allt þetta, en það gefur alveg auðvitað að þú fær 35 mörk á því og þá er eitthvað sem fór aðeins og misvarnarlega og það er bara staðan, þú veist, við fengum ekki markvarslu sem við myndum óska eftir og varnarlega vorum ekki að finna okkur, við vorum ekki inn á þéttir og þú veist, þeir áttu alltaf auðvitað með að skora okkur svíðanir, þannig að það var kannski vonbrigði að sjá það, því að við erum aldrei í vesenni sjálfur með að skora, það er náttúrulega bara eitthvað okkar lifibrauð sko að skora mörk en ef við náum ekki múra fyrir nú vel þá erum við alltaf í vesenni og þetta er alveg sama hvaða lið við spilum sko. Þetta var 35-33 sigur. Óskar, þú fylgdist náttúrulega með landsliðinu núna á Evrópumótinu. Hver er þín skoðun á landsliðinu? Þessi leikur núna, vináttuleikur stutt eftir mót. Þetta var svona Gimme 5 leikur, skilur, en samt Svíarnir með öflugt lið, sko. Málið er að við, íslenska landsliðið í handbolta, við erum bara einu númer og litlir fyrir þessar topp 5-6 þjóðir í heiminum í dag. Við erum bara léttir og litlir, við erum með frábæra markmann, en þetta er ekki alltaf að tala um að þetta byrji í vörninni og
hraðaupphlaup koma og markvarsla kemur og eitthvað. Allavega þetta litla sem ég veit handbolta, þá finnst mér við bara vera númer og litlir, þannig að mér finnst bara það sem Snorri er búinn að gera með þetta lið alveg stórkostlegt. Og að hafa náð fjórða sætinu er bara unbelievable með langleita liði, sko. Ég gerði enga meiri kröfur en að fara í þetta í undanúrslit, sko. Það er bara fjórða sætið frábært, sko. Og ég var með FMK-vélinni Felix allt mótið og hann var með tröll að trúa þessu lið allan tíman, þannig að hrós til Felix. Felix En af hverju erum við svona litlir og léttir? Hvar eru stóru durgar? Sjáu þið þýska liðið, sjáu þið franska liðið, sjáu þið þessa gæja, þetta eru bara tankar þegar við erum að mæta. Já, Felix verður að svara þessu. Svo horfum við bara besta lið í heimi sem er Danmörk, ríkjandi heims Evrópu og Ólympíumeistarar, og það er nú ekki endilega mesta trukkalið sem við höfum séð í handboltanum gegnum árin, og ég held að það sé nú kannski bara undirstrikuð þess að leikurinn er að breytast, þannig miklu hraðari, hann eru allt þessi player. Vantaði ekki 5-6 menn í danska liði, samt unna þetta? Nei, það voru allir að besta lið, þeir eru bara... Það vantaði allavega. Það var línumaður númer 3 eða 4 sem var besti maður úrslitalegsins. Já, en þeir voru með sína menn í gegnum móti, það var ekki fyrir henni seint sem að fóra eitthvað að reyna á eitthvað einhver, en ég meina, þú veist, þó svo danska liði væri með sitt sko bjelið, þeir myndu fara í undanúrslit, skilur við, Danirnir eru bara með það stóran roster af leikmönnum. Það er svoleiðis. Já, það er bara staðan. En ég meina, sko, þú veist, það er ekkert lengra heldur en bara 2 mánuði síðan við horfðum á íslenska liðið baka sænska liðið á heimavelli í Malmö, þú veist, þannig að við veit að þetta og misjætt hvernig liðið mætti leiks og þú veist, þar mætti við heldur betur leiks og sláturum þeim, sko. Það sem ég kannski vilja sjá í þessu leik er bara að reyna að fá, þú veist, svolítið öðruvísi týpur inn í þetta. Ég meina, við erum að tala stóra leikmenn, skilur, þú veist, Þorsteinn Leó Gunnarsson er leikmaður sem að, já, það er bara ekkert fundið okkur í strái og við tala nú ekki hérna á Íslandi, þú veist, þannig að ef við viljum reyna að prófa að breyta eitthvað til og fá öðruvísi víti sérstaklega sóknarlega, þú veist, þá er þetta leikindi sem við erum að nota til þess að spila svona menn inn og fá einhverjar fæslur og þú veist, kerfið þar sem að það er verið að stílina á þetta, en mér fannst þetta bara illa upplagt, sérstaklega fyrir Steina, því að þú veist, hann er bara búin að toppformi, búin að spila frábæra með Porto. Fekk hann einhverja mínútur eða? Já, hann fekk mínútur og stöðuna sem voru búin til fyrir hann, af því að þú getur ekki spila eins með hann inn á vellinum eins og þú spila með 1,90, þú veist, 95 kg mann, skilur, það segir sér sjálft, þannig að það var bara ekki búið að drilla hann og vel fannst mér að setja upp svæði og stöðu þar sem að hann klárar bara, þú veist, eins og víti ef maður fær það, en við framkvæmum það illa og mér fannst svolítið leiðilegt að sjá það, þú veist, og sama með, sko, ég meina að það var alveg tækifæri að nota fleiri menn í hægri skiptinu, þú veist, í þessum glugga og Ómar Ingi er ekki með, þú veist, hann er eignast barn, þannig að Viggo vissulega var alltaf að fá sviði, hann var alltaf að fara að fá þennan leik og hann spilaði frábærlega, hann alltaf á móti 7. síðast, hann kláraði síðan út í Malmö og átti sennilega sinn besta landsleik, en ég meina, hann skorar bara sín mörk úr vítum í þessu leik, hann skorar ekkert í opnuleik 0-4 þar, þú veist, þannig að leikmaður er svo Kristinn Örn sem er búinn að vera að spila frábærlega í Danmörku og er svona svipuð típa og Steini svona hoppari skipta og getur gefið okkur aðra vítt. Þú veist, það hefur verið gaman að sjá svona menn, hann var nú ekki einu sinni valinn inn á hóp, sko, þú veist, heitir Örn er þarna á hans kostnað. Þannig að, þú veist, já, ég meina, úrslitin úr svona leikjum eru auðvitað svona tekið með einhverju teskeið af salti en Svíarnir voru heldur ekkert með sitt besta lið, sko, þú veist, markahæsti leikmaður þeirra er bara leikmaður sem spilar í sænsku deildinni og sá var að nýta sinn séns og eiginlega bara flengja okkur á köflunum, sko. Hver var það? Það er Axel Monsson, það er leikmaður Kristjánstad í Svíþjóð, spilar á miðjunni þar við hliðina á nú Íslendingi sem ég hefði nú viljað sjá þessum hópi líka, Einar Bara Eðsson, það er svona típa sem okkur vantar oft í landslið, getur spilað báða megin, vinstri skytta, svona alvöru skrokkur, af því við erum nú að tala um skrokka hérna og sko Varnar Fauti búin að spila stórkostlega í Evrópudeildinni núna á þessum tímabili og Kristjánstad komnir í áttalega úrslit þar og hérna, þú veist, við erum ekki einu ekki pass fyrir hann? Nei, við erum ekki einu svona að fá svona góður einn, skilur, þú veist, sem að mér finnst bara mjög sérstakt og við erum ekkert, þú veist, endalaust að fara að lifa á þessum gaurum sem að eru búin að taka svona stór pláss upp á síkastið, þannig að þú veist, þetta eru gluggarnir sem við viljum fá
aðeins að blóðga menn og fá bara fleiri inn í systemið, sko. En þú veist, það er rosalega eftir að komast inn í hennar hóp, þetta er svo rosalega sterkt landslið bara í öllum stöðum. Hver á einhvern séns í þetta lið að komast svona einhver wildcard inn í þetta lið? Ég sé það ekki. Ég myndi segja að þessu stann í dag, sko, þú veist, Janus Daði til dæmis meiddur í þessu verkefni Já, og við erum með leikmann í Östurli Þýskalandi sem að er á sínu fyrsta tímabil þar er hann búinn að spila frábærlega og er svona eins lík típa Janus í dag, myndi ég segja, sóknarlega og eiginlega hugsa sketur. Báðir svona algjörir kubbar og svo sem ég er að nefna hér, Blær Hinriks er eiginlega meiri kubbur heldur en Janus og ég held að Blær sé bara mjög nálægt í að komast inn á hóp og ég held að hann verði þarna áður en við vitum af því að hann gefur okkur svona þú veist þessa sprengju, hann myndi henta mjög vel með Magdeburgastrákunum og er búinn að sýna það að hann getur vel spilað á þessu stærsta sviði bestu deild í heimi og ég er hissa ef hann væri ekki komin áður en við vitum af. Það er líka alveg lúkk á honum. Við þurfum að fá eitthvað sexiness í þetta handboltalandslið, sko. Bjarki á útleið og það þarf að krydda þetta upp, sko. Já, Blær er myndalegur. tökum það Líka- inn í myndina, það verður að fá það. Hann er líka var- kvikmyndastjarna. Var Peking Björki á sínu staði? Já, hann er alltaf með sína áskrift, það er nú bara Ekki Björki. Hann er ekki varið bósta síðan í Peking, mann. Nei, það er enginn sko, það er enginn sem einhvern veginn að fara að taka til sig að Peking reyna að Björki. hrifsa þetta sæti af honum. Það er ótrúlegt. Það er ótrúlegt. En Blær er í Leipzig og hann er góður báðum endum vallarins og ég held að nú, minnst bara ótrúlegt að hann sé ekki búin að fá einhvern sjens. Já, þetta hlýtur að fara dett inn. Ég meina, hann er markahæsti leikmaður Leipzig í vetur og er bara búinn að stimpla sig inn á alvöru trukki. Þannig að, já, það kemur ekkert á óvart ef að hann myndi mögulega spila einhvers staðar annars staðar á næst tímabili og mögulega færa Snærisum enn frekar. Býtu, er hann markahæstur Leipzig? Já, það sé bara nákvæmlega það. Vel gert maður, Mosobró eða shout-out til Blær Hinriks. Já, geitin, það er bara geitin einfallega. Geitin Moso, við styrkjum alltaf, Óskar, við styrkjum alltaf Moso hérna. Eftir ég flutt í Moso. Tók Blær við að sem að vil, eða? Sem geitin? Já. Hann outplaya hann, það er nú bara þannig, það var nú kannski... Simmi vill, ekki vera að segja eitthvað Simmi vill. Ekki vera eitthvað tengja Simma vill við Moso. Ég er mættur í Moso, ég er geitin í Moso. Þú er geitin, maður. Já. Simmi er 17. sambandi, flottur á því þarna. Hver? Simmi? Simmi Vil, já, hann er nú búinn að vera duglegur, strákurinn. Sonur hans með hittar á TikTok. Já. Manni hvað hann heitir, hvað heitir hann, Óskar? Ég hengi mig ef ég fyrir að muna nöfnin á svíni Simma vil. Herðu, Felix, segðu mér hvenær byrja umspilið fyrir að komast upp í Ólís eða Stjörnuna að halda þessu uppi? Já, við erum að færa það á föstudaginn. Því var nú frestað, átt að byrja á þriðjudag miðvikudag en HC tókst nú eins og stundum áður að gera aðeins í heyið með sitt mótafyrirkomulag og ástæðan fyrir þetta frestast aðeins er svo að það var einfaldlega ekki búið að klára leiki í næstu deild sem að var frestað og þá er ekki að finna fyrir þá, þannig að ég sá það. Hvurslags skipulagshættir þetta eru og þetta er ekki fyrst skiptið þar sem að HSÍ er aðeins með allt lóðrétt, þannig að þeir mega fara að gera það sig og það strax, takk. En ég hringi núna Halldórs, læt hann gera þig. Já, það væri flott, það væri flott fyrsta verk og við fáum Stjörnuna á móti Fjölni á föstudaginn sem að verður mjög spennandi leikur, bara að sjá hvað þessi liði standa, Stjarnan alltaf alveg gjörsamlega mölbrotnir og... Er það í Garðabæ? Það er í Garðabæ, þeir fá heimaleik, þannig að þú veist, þetta er fyrst upp í 2 í fyrir umferðinni, þannig að ef það kemur til 8 leiks þá fengjum við heimaleikinn, en ég meina, sko, eins og við fórum alltaf yfir, þeir eru ekki búin að vinna leik í, ég veit ekki hvað langur tíma, þeir unnu ekki einn stakasta leik í allri seinni umferðinni. Í síðustu 11 leikjunum verði með 0 stig og ég held bara að þetta hafi alltaf gerst, sko, ekki nema bara hjá okkur liði sem sko hríðfjall hérna einhvern veginn fyrir einhverjum árum, en þetta er algjörlega ótrúlega tölfræði
og að fara með svona rönn inn í sko svona umspilsleiki sem ætla bara líf og dauða ég veit ekki hvernig það er og ég held að ef það er einhvern tímann lag fyrir lið eins og Fjölni að reyna að búa til eitthvað uppsett þá er það nákvæmlega núna tími til. Óskar, Stjarnan er að fara í umspil um að vera áfram í efstu deild. Þekkir einhverja menn þarna sem eru í stjórnana með handboltan eða? Nei, ég er ekki svo djúpur. Bara fyrsta nafni sem að maður hugsar þegar maður hugsar Stjörnuna, þá var það Patrekur Jóhannesson. Er hann bara orðinn einhver húsvörður þarna í dag? Það er ekki búið að reka hann 10 sinnum og... Jó, hann er búinn með kallalið og kvennalið og ég veit ekki hvað hann er ekki búinn að vera með hana. Ég veit ekki hvað hann eftir að taka við hann tekur örugglega við á Jökli með bestu deildarlið Stjörnunar. Þetta er náttúrulega ótrúlegt að með þessa aðstöðu og umgjörð eins og Stjarnan er með að þeir skuli vera lóðrétt, sko. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Ég hef trú á Stjörnunni að þeir klári rífi sig í gang og fái sigur á móti Fjölni í fyrsta leik og klári þetta 2-0. Já, en þeir eiga eftir að mæta þá Gróttu sem vinna Hörð í hinu undanúrslitunum. Það er aldrei að vita hvað ísfirski lögfræðingurinn gerir. Hann verður kannski búinn að kaupa eitthvað nýjan þarna sem hann... Já, maður veit ekki Hörður geti alveg fyrir að mæta Stjörnunni eða Fjölni eða eitthvað, þú veist, ég veit ekkert, þú veist, Felix, er Svenni okkar maður að fara að gera eitthvað? Er Svenni heill? Búinn að vera það, ég meina, hann er bara held ekki búinn með að sækja á menn 1 og 1 eða þú veist geta farið í einhverjar alvöru árás en bara búin að geta verið til þess að setja millaskjótt á markið en ég trúi samt að hann verið nú mættur hérna í aðeins betra formi og þá myndi það skipta miklu fyrir Stjörnuna en ég meina svo er það náttúrulega bara eins og ég sagði áðan það er ekkert grín að koma inn í svona hópa sem er bara allt í mólum og þú veist fyrst það sem þarf að vera í lagi hjá Stjörnunni það er ekki body á þeim sko það er hausinn þannig að við skulum sjá hvort það takist til. Bara örstutt Óskar, spáðu fyrir mig Stjarnan Fjölni, hverjum fer þetta? Hver fer áfram? 2-0 fyrir Stjörnunni. Felix? Ég held að Stjarnan taki þetta 2-1. Hvernig fer Hörður Grótta, Óskar? Ég er ekki í Nesi að fara að taka þetta. Ég myndi alltaf setja pening á Gróttu frekar en Hörð, sko. Ég er ekki djúpur í neðri deildinni í handboltanum, ég við ekki það. Og Felix? Já, Grótta vinnur þetta alltaf 2-0. Hörður eru bara held ég búnir sko. Ég fæði einhvern aftur í Óskar sem ég vona ég geri. Þú búin að vera frábæri sem þetta og þú líka Felix en við ætlum að klára þáttinn að fara í ástríðuna hjá honum mínu vini Elnor Male í körfuboltanum. Ég er náttúrulega mikill körfuboltamaður. Ég er í öllum íþróttum. Ég fylgist með handbolta, fótbolta, körfubolta. Hvað fleira fylgist ég með? Ég er hættur að fylgist með körfubolta. Sko. Býtu, slakaðu á. Ég fylgist með öllum íþróttum. Meira að segja, þú veist, keilu og frjálsum og eitthvað svona kjaftaði. Ef ég fer hérna yfir stöðuna, þú veist, Elnor Male alltaf senda mig að Álftanes að keppa við þetta lið hérna á Facebook eitthvað og ég bara... Já, ég er að spá að fara einhvern tímann á Álftanes. Ég fór í sundlauginu daginn, geggjusundlaug, geggjurennibraut fyrir börnin. En ég hugsa alltaf til þín þegar ég sé Bessastaði, þegar ég keyri hann inn í helvítis bæ. Þannig að hérna er Álftanes í 9. sæti með 14 stig og ég veit að þú ert all in í Álftanes. Ég veit það alveg. Þú getur ekkert fara að segja þú sért það ekki. Hvað er búið að gerast í Álftanesi núna í vetur? Ef við ekki að tala bara íslensku, ég meina Kjartan Atli var að þjálfa liðið og tekur þetta inn á sálina, hættir að sofa, borða og allt það og segir upp, setur okkur í vonda stöðu, það er bara verður að segja þess að það er, þá þetta sé mikill vinur minn og hérna, en ég stutta svarið fucking aumingjaskapur en heiðarlega svarið er illa samsettur hópur. Það er bara... Af hverju
mér fannst svolítið ótrúlegt að Kjartan Atli hafa hætt bara eftir eitt stórtap. Það lítur að hafa verið eitthvað annað bak við tjöldin. Nei, hann bara er Álfnesingur og er að þjálfa hérna yngri flokkana og er ennþá að þjálfa yngri flokkana hjá okkur. En Já, þegar þú tættur að sofa og borða og tapar á heimavelli fyrir Tindastól með, ég 50. man ekki, 50 stigum eða eitthvað Mm. og þeir eru í 70-80% hitni í Tindastóll í þessu leik, skilur, og það gerðist bara eitthvað á kallinum. Hann verður eiginlega að fá að svara fyrir það, en ég meina, Já, ef þetta er farið að hafa áhrif á því heima fyrir, út voru leiðilegur heima hjá þér og þetta er farið að hafa áhrif á fjölskyldulífi, þá þurfa menn að stoppa og því að það er eitthvað Mhm. mikilvægara heldur en það. Já, hann fór bara all in í þetta. Álftanes, þau voru nú alveg spáð góðu gengi fyrir tímabilið. Já, svo er þetta útlendingalottó sem við lendum í, að við förum með hóp til Portugals og þar kemur bara í ljós að 2 af 4 útlendingum eru bara, eða 3 af 4 eru bara ekki nægilega góðir. Við erum búin að skipta 3 útlendinga á tímabilinu og svo erum við búin að henda enninum heim, þannig að við erum í rauninni, eigum 1 útlendingagildi inni. Já, Svo erum við með Hauk Helga meidda núna í síðustu 2,5 leik, þannig að já. við erum bara ekki með nógu djúpan hóp en Er hann átt eða? out for the season. Já, Það var hann ekki með á morgun á móti Tindastól. já, það er, Jesus, ef við jafnum Njarðvík á stigum, er þið með innbyrðis eða? Nei, þeir eiga einbyrðis og þannig að við þurfum í rauninni að vinna Tindastól í Skagafirðinum á morgun og svo eigum við Stjörnuna í heimaleik í síðasta leik og Njarðvík á Keflavík heima. Þannig að við þurfum að vinna næstu 2 og þeir að tapa fyrir Keflavík, þá erum við í úrslitakeppninni. Heldur það gerist? Já, ég meina með að það er séns, þá er séns. Þú þekkir það bara á þínu sporti sem þú varst í. Ég meina að það er tækifæri og þú ert alveg íþróttamaður, þá ferðu all inn í þetta. Já, það þarf einhver leikmaður hjá Álftanes að stíga eða bara allir stíga virkilega vel upp. Já, ég bara Allir. íslenski kjarninn þarf að stíga upp og þessir 3 útlendingar sem eru hjá okkur núna þurfa að stíga upp. Hann er nú alveg góður sem var hann í NBA. Hann er búin að vera solid, eða ekki? Gerir ekkert einn maður, það er bara Nei, ég veit að, þú veist. Ég er mittliðið allan komið úrslagkeppnina. Ég er mjög ánægð með það. Já, það er til dæmis leikur sem við höfum aldrei tapað hefði Haukur Helgi verið það. Aldrei. Ég veit, ég horfði á þann leik. Þið klúðruðu þessu. Þið bara Já. klúðruðu þessu. Já, það er alltaf tímabili búið að vera hjá okkur. Já. Við erum inn í öllu leikjum þá til í 3. leikluta og stundum inn í 4. og svo bara gerist eitthvað fyrir okkur. Þið geta alveg fallið eitthvað, sko. Nei, við getum ekki fallið. Nú, ef Ármann Þór vinna bæði leik sína. Ía og Ármann er að mæta sér næstu umferð. Já, meinar, ok. Þannig að við getum ekki fallið, en ég meina við erum á 3. ári í efsta deild og ég meina 1. ári fórum við í 8 liða úrslit og undanúrslit í bikar. Í fyrra fórum við alla leið í semifinals á móti Tindastól og vorum 13 sekúndur frá því að slá það út. Já, ég horfði á það. Þú veist, og er þetta ekki bara fínt að fá kjafsök og þá koma menn ferskari tilbaka á næsta ári? Hvernig finnst þið Hjalti? Er hann búinn að standa sig vel? Hjalti við, þetta er toppmaður, algjör toppmaður. Er þetta rétti maður í starfið? Já, eins og staðan er í dag, já. Hann er búinn að bjarga okkur og hafa stokkið inn í þetta hlutverk. Hann og Ívar Ásgrímsson leystu þetta vel, þannig að ég er mjög ánægður með þá 2. Ok. Ég vildi bara aðeins spyrja út í þetta. Ég veit þú ert all inn í þessu og náttúrulega, þú veist, þetta er ekkit, þú veist, að komast ekki úrslagkeppnina er helvítis högg samt, sko, með væntingarna fyrir tímabilið. Þú veist, ég bjóst við ykkur kannski í topp 4, sko. Já, við ætlum að gera betur heldur en árun á undan og það þýðir að hafa komist í úrslitaleiki. Ef þú spáir aðeins í það deild núna, þú veist, hverjir eru favorites að vinna þetta? Ekki segja Grindavík. Nei, ég ætla að segja KR. Nei, hættu þessu. Þeir eru bikarmeistarar.
Ég veit það, en þeir eru aldrei að fara að vinna 5 leikja seríu á móti Tindastól eða Grindavík, sko. Með breiðari hópi Grindavík. Er það? Já. Kannski, en Grindavík er með mun betra byrjunarlið. Ertu vissu það? Hefur þú séð þess að 3 útlendinga lettara hjá Já, af vísu eru þeir helviti góðir. Já. En þú veist, voru þeir frá byrjun tímabils eða? Nei, þeir voru með einn þarna og svo gerðu þeir einhverja tilraunastarfsemi með einhver útlendinga og svo komu þessi stóri 5-man og skittan, þeir komu á seinni stigum. Bara hittu beint í mark og Tóti Turbo loksins fór í gang þegar þeir komu. Já, Felix, veist þú eitthvað körfuboltann eða? Já, ég fylgist alltaf með þessu, fylgist með úrslitum og sá Grindavík klára deildarmeistaratitilinn í síðustu umferð á heimavelli. Já. Ég held að breiddin mun alltaf koma svolítið baki á Grindavíkjunum mínum, sko, þó svo þeir séu helviti góðir og sérstaklega er stemmingi fyrir gangi í úrslitakeppninni og þeir fá að spila á þessum heimavöll sínum, það býr alveg til auka orkuveldi fyrir þá, en ég veit í hvort þeir fara alla leið. Það er frekar setja á Stjörnuna eða Tindastól, sko. Ég er vissulega ekki búinn að sjá þessu káringa sem voru að nefna hana, en það geti verið lið sem þarf að vinna er ríkjandi meistararnir. Þeir eru öflugir. En kemur einhver fyrir Orra Gunn? Óskar? Já, ef ég þekki þessi topplið sem ætla sér að vera í fremstu röð í þessu, þá eru allir búin að hafa samband við Kristinn Pálsson, sko. Veitu, er hann ekki valið það? Kristinn Pálsson, hann er að spila á Ítalíu núna. Já, ég ætla að halda hann var í val. Hann var í val ára fór til Ítalíu. Já, það er frábær leikmaður. Svo er eitthvað sem segir mér að, sko, með við hvernig tímabilið er búið að vera þarna í Skagafirðinum, sem ég held að séu vonbrigði, því þeir ætluðu sér báðar dollurnar og allt það, og Arnari Guðjóns, það virðist eitthvað að vera í gangi og maður hefur heyrt svona ýmislegt, þannig að ég á alveg von á því að það verði miklar hreyfingar á mannskap hjá Tindastól, hjá Val, hjá Keflavík, þannig að það verði félagaskiptamarkaðurinn verður skemmtilegur á næsta ári, sko. Já, það verður geggjað, maður. Til að loka þessum þætti, komiði með liðið sem þið haldið verið Íslandsmeistari, þú sagði KR, staðfestu það við mig? KR Stjarnan, veist. Ég segi Stjarnan. Felix, hvað segir þú? Sko, Stjarnan er raunsæðsvarið en vonhengisvarið er Grindavík. Já, þú veist, Baldur Ragnarsson hann er svakalegur. Hann veit hvernig koma liðinu yfir línuna. Hann er töffari. Besti þjálfari á Íslandi í dag í körfubolta. Staðfest það. 100%, hann leggur líf og sál í þetta. Þeir gera það nú flest allir, sko. En hann er bara með eitthvað ekstra sem aðrir hafa ekki og hann náttúrulega fer hérna til Þýskalands og er að þjálfa þar og kemur ótrúlega ferskur heim, ferskar hugmyndir og svo virðist náttúrulega bara vera til óteljandi peningar í hinum megin í Garðabænum hjá okkur. Já. Þeir eru með flott staff í kringum þetta og góða leikmenn. Er eitthvað að lokum sem þú vilt segja, Óskar? Það er bara rosalega heiður að fá því þáttilóksi. Ég er búin að vera bara alveg verið í þér í marga mánuði að koma í þáttinn og þú ert alltaf, ég er í útlöndum. Þú varst alltaf í útlöndum, þú ert alltaf í fokkin útlöndum. Ég er að fara út á miðvikudaginn, þannig að hún náði mér. Þú ert alltaf í útlöndum, virkilega gaman að fá því þáttið, bara virkilega skemmtilegt. Felix, er ekki sammála mér? Bara... Vil ekki geita hafurinn að fá hana mann í þáttinn? Já, hann er skemmtilegur. Bara fínt að spjallum það sem maður er að horfa á allt kvöld, það er allar íþróttir, ég er alveg að horfa á handbolta, körfubolta og fótbolta, sko, en ég bara geti eiginlega ekki beðið eftir að íslenski boltinn byrji, sko, og þessi lengjudeild verður eitthvað, sko. Ég mun taka spá, risaspá, ég fæði kannski í þá spá. Eitthvað lokaorð, Óskar, hvað er með eitthvað, lokaorð? Bara vonandi að aðalstjórnin hjá ÍR hugsi fram fyrir nefi á sér og hafi hag Breiðholts og vilji fá topplið í Efra Breiðholtið eða Breiðholtið eins og stendur. Þannig að ég vona að menn skoði þetta frá öllum hliðum, ekki bara með ÍR gleraugum, en
og við fáum eitt gott úrvalsdeildarlið úr Breiðholtinu næstu 5 árin, en annars bara gaman að spjalla við ykkur drengir og bara skemmtileg stund. Sömuleiðis maður. Felix? Já, bara takk hérlega fyrir, frábæran þátt og hérna, er það ekki bara frábærlega til þess að loka þessu? Já, það er takk fyrir góðu hlustendur. Pá, pá, pá! Óskar, komdu með pá, pá, pá. Pá, pá, pá.